Herðu, hvað segirðu Palli? Ég er góður, en þú? Bara heldur fínt. Ég er að reyna að finna hérna góð stellingu fyrir mækin, sko, með nýja standana. þetta er geggjað Þetta er mikil betra að við fengum kvörtun en að við sæjist ekki í andlitið á okkur. Sérstaklega í podcastinu með Fannari, hann faldi sér bara bak við standin. Kannski var það viljandi. Já, getur verið, sko. Spurning. Kannski var hann með bólu, mátt ekki sjást. Já, alltaf verður með hvað, 8K eða eitthvað. Nei. Nei, ég er bara góður, sko. Það er að fara að vora, þótt að sé 1 gráð úti og snjóandi, en það er alltaf leið. Já, Það voru 9 gráður í gær. það er bara búið að vera rigning, snjórun og eiginlega allir farin. Já, það var smá slitt á leiðinni núna. Þú ert náttúrulega að byrja út í sveit, sko. Býtu sveit, sko. Býtu raskari. Nei, þetta er fínt. En hvernig ertu, vinnufríi eða? Nei. Já, það er vinnufrí til gæðin dag. Eða daginn í gær. Gærin í dag. Gærin í dag. Gærin í dag. Daginn í gær, sko. En hérna. Nei. Það er ekkit frí, samt. Við erum að vinna í að setja upp hermi kappastus driftkeppni, eða hermi driftkeppni. Já, við settum í loftið í dag þegar við taka upp. Ég veit ekki hvernig þetta kemur podcast út á morgun eða eitthvað. Morgun. Á morgun, Já, hann er í Já, gær. í gær. Fyrir það sem er að hlusta í gær, já. Hérna, þá settum við í loftið svona auglýsingu eða svona promo. Það verður hérna, hvað, í drift. Já. Ekki samt drift á Teslum, sko. Þetta Nei. er bara drift í tölvu. Drifthermi. Vegan drift. Vegan Drift. Drift hermis, driftkeppni í hermi. Hermi drift keppni. Já, Eitthvað í... þetta er mjög erfitt orðskóla að segja, sko. Bara Virtual sim, já, virtual drifting. Það var þetta sem þetta leita á. Örgulega. Já. Virtual drift. En það verður hérna í GT Akademíuna. Hvað, 22. Já. 22. apríl. Daginn. Byggarmót. Já, daginn Fyrsta fyrir umferð í byggarmót keppni. Já, við ætlum að halda þess að byggja mót við í Róis og hérna í samstæðu með GT Akademíu og þá verður hérna borgar 10 skall per keppnisgjald sem er, fólk sem er segja á 10 skall mikið fyrir að kýra tölvun, það er það ekki. Þú færð örgulega svona 7 til 8 tíma í boði af sætistíma í hermi sem er rándýr og ég meina, kíkir bara inn á gtakademíu.is og sjáu bara hvað kostar klukkutími og þá sjáu það að þetta er bara geggjað dýl. Algjörlega. Og hérna það verður náttúrulega bara æfingar og qualifying. Já, hvað heitir þetta á íslensku? Qualifying? Já, röður í fórkeppni. Við höfum alltaf haldið okkur við. Qualifying bara? Qualifying. Og hérna, og svo keppni og svo fyrir þá sem ætla ekki keppa, þá verðum við með stream. Já, það er þetta að horfa á streymi af þeim sem eru að keppa. Það verður hvað, Twitch og YouTube bara. Já, örgulega. Og hver verður að lýsa keppni? Herðu, við ætlum að reyna það. Við ætlum að vera í beinni. Þetta verður eins og þetta verður vonandi skemmtilega en Þetta verður örgulega annarkvort geggjað eða hræðilegt. Það getur verið bæði. Kannski bæði. Fer það ekki bara eftir hver verður að keyra það? Jú, getur verið líka. Það er náttúrulega, ef allir keyra mjög vel, þá var það lél til okkur. Þá hafði stór fótspor að fitta í. Ertu ekki að reyna að segja það? Nei, ég er að segja það, ef einhver klúðrar illa, þá höfum við eitthvað til að tala um. Það er að gera grín á hann. Það er rétt. Algjörlega, sko. En það verður líka hægt að kíkja á staðinn upp í GT Akademíu og hérna fyrsta keppnin er daginn fyrir sumardaginn fyrsta. Þannig að þið getur verið lengi að keyra og án þess að þurfa að fara að vakna daginn eftir. En þetta er virkudagur svo sem. En hérna... Já, þetta byrjast til snemma, við erum að reyna, þeir sem ætla að keppa, þeir verða bara að væla út að komast út í hádeginu eða eitthvað. Já. Þeir sem eru að vinna á. Þeir sem eru að hlusta á þetta og eru að fara að keppa og ná ekki að redda sér fríi, þeir geti haft sambandi okkur því að það verður möguleiki að við komum ykkur að kvöldæfingu daginn áður. Þeir sem ná ekki að komast á æfingu fyrir. Já, þeir sem skrá okkur, en annars bara lappaði yfir mannum og sagði bara ég er bara big time race car driver núna, sko. Ég er bara verða að komast út. En seinni 3 umferðinar verða líklegast allar á sunnudegi þannig að þá ætti ekki að þurfa að redda sér fríi. Já, og líka skemmtilega við þetta verður allt keyrt á íslenskum brautum. Já. Þetta verður allt á kvartmílbrautina og IH sem er í leiknum, sko, og IH sem er bara fréttir fyrir alla að það sé bara komið í bara full lidar scan og bara við fengum að pröfa hana aðeins. Já, og þú náttúrulega hefur keyrt hana just Sko, ég hef allan ekki keyrt jafnmikið á grasinu eins og ég gerði í herminum eins og í alvörunni, sko. Ég náttúrulega fyrsta skiptið að pröfunan hermi bara núna, beint á IH og fucking röraði út af, sko. En svona er þetta, maður verður að venjast þessu. Maður finnur ekki GeForce sem maður er að keyra í tölvunni og ég var ekki, þú veist. Nei. Hefur lítið keyrt í hermi eða? Ég bara var í fyrst skiptið, hvernig var þetta? Núna, 5 daginn? Já. 5 daginn í síðustu viku? Bara viku síðan, prófaði fyrst skiptið. Já. Og hérna, ég var bara stýra allt og mikið, skilur, ég var ekkert að lifa stýrinu. Þú ert að bíða eftir að bíllinn kasti þig tilbaka.
sem ég geri í alvörunni en ég fann það ekki fyrir gerist aldrei í tölvunni, þannig að þú ert að býða eftir eitthvað sem er aldrei fyrir að koma og það er það sem maður þarf að venjast. En það lagaði sko leið og ég og Norður Söður að hætta að grípa í stýri svo mikið og sleppa og leifa því sjálft að svona, það er svo mikið power í þessu algjörlega. sko. Hann er raunin að stýra móti sjálfur hann basically gerir það sama og bíllinn í alvörunni en mér fannst hann ekki verið að fara að gera það því að ég var ekki að skoppa til og frá hérna með bílnum sko. Þá var ég bara svona, þá fannst mér ég þurfa að vera að keyra svo mikið eitthvað sko. Já, en allavega, já, það er bara þessi keppni fylgjast með hann á Lóis og inn á bara Facebook. Þannig að þetta er basically bara það að þú ert bara að fara að beygja og svo sleppir í stýrinu þannig að allir að skrá sig, þetta er ekki flóknar við það. Þetta er bara kúpla inn, inngjöfin inn, sleppa kumlíkuna og bara spóla. Þetta er ekki flókið. Vonaði besta. Svo fyrir þá sem vil ekki spóla í tölvu eða hafa engan áhuga að einhver ástæðu að horfa á fólk spóla í tölvu, þá er 1. maí hittingur hjá Lóis. 1. maí hittingurinn. Það er langt síðan að 1. maí hittingur. Já. Og það fer í lofti bara í kvöld held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis. Má spóla þar. Sko, mátt spóla eftir hittingin. Sko, ég var alltaf að býða til ketsinni eins og þú varst að segja sko. Fyrir þá sem við líka spóla í tölvunni þá er hittingur, þú ert að setja svolítið mist signal sko. Meina það. Sko, það sem að vilja ekki spóla á planið að náða planið. Það sem við gerið aðeins lengra á planinu, það kemur okkur ekkert við. Það er ekki ykkar ábyrgð. Það er ekkert okkar ábyrgð sko. Við höfum alltaf sagt þetta og við höfum að aftur ítrykka það eins og sko, skemmt plata eða eitthvað að hérna sko, bílplata okkur öllum finnst alveg geggjað að sjá því mjög spóla á 3.18 niður með svoðið drif sko. En því miður ef hittingarnir enda í það þá fáum við bara ekkert að halda hittingi aftur. Þetta er bara svo einfalt. Þetta endar í rugl þá fáum við ekki gera þetta aftur og þetta endaði náttúrulega í rugl á sín tíma og bara reyna að koma því á stað að það gerist ekki. Algjörlega. En svo náttúrulega heitingin er búin eða þið farið einhver staðar einhverju plani einhver staðar niður í bæ sem ég ætla ekki að segja hvar. Ef einhverju aðilar skipulegg eitthvað annað sem gerir strax á eftir þá er það örugglega gaman þú svo það verður ekki á ykkar ábyrgð. Já. Við ráðum ekki hvað fólk gerir. Nákvæmlega. Bara ekki við erum að fara að hafa þetta á samastað Fjölbrautaskóli í Garðabæ þegar ekki. Þannig að við ráðum ekkert hvað menn gera hérna niðri við sjóin í Reykjavík þar sem að góðir menn hittast þegar það er leikja sér. Já, mennum að milli lýshúsið og hérna Bíkó. Það verður örugglega einhver með staðsningun á Facebook. Já, örugglega. Já, nei, sko, þetta er bara að vera gaman og hérna við viljum halda hittinga aftur. Það gekk vel síðan sumar. Akkurat. Fengum frekar góð viðbröð. Já, bara hefnuðist mjög vel. Fengum ekki strax bara þurfum að fara. Nei, það var alltaf leik. Algjörlega, sko. Halda það. Algjörlega. Ístæði, hérna, við erum ekki, það er kannski komið í ljós og gesturinn fyrir að tala, en við erum ekki bara tveir saman í dag. Auðvitað ekki. Við erum með góðan gest. Atli Freyr, bestur, sko, margir þekkjaði bara fyrir AF bílagræjur. Já. Og hérna, ekkert endilega út frá einhverju öðru. Jú, þeir sem að vera fylgjast með drifti og svona. Já. Það er svona verið svona hér og þar eins og. Já. En, þú veist, hefur alltaf verið í þessu græjudótið, eða? Já, sko, hvað kallar að vera í því? Er það að tala um þá... Bara varstu 17 ára að setja barsakilur í allt sem þú hast? 17 ára? Ég var full reyndur þegar ég var 17. Ég var í fríminútum, sko, í grunnskóla að fikti skottin á bílnum á pappa mér, sko. Akkurát, þannig að þú hefur einhvern veginn alltaf bara verið í þessu. Ég held að þetta sé svarið sem Palli var leitað. Já, þetta er að byrja það, sko. En þú hefur ekkert verið í svona mekaníska, rífis undir vélarnar og eitthvað svoleiðis? Nei, guð mig góður, ég skal tengja fyrir þið bassabóks en ég er ekki að fara að skipta bremsuklossa fyrir þetta glimt. Það er fín, það er bara betra ef menn sérhæfa sig eitthvað sem er góður í. Já, ég er kannski góður í þessu og meðan einhver annar er góður í því og bara halda sitt í efni, sko. En já, og segja okkur aðeins svona hvernig þetta þróaðist. Þú byrjar hérna bara mjög ungur að fikta. Þetta er náttúrulega bara áhugamál, sko. Þetta er áhugamál. Þannig að ég byrjaði bara eitthvað að fikta í þessu. Ég man bara eftir því þegar að ég var eitthvað að skoða í skottinu og í bílnum á pabba mínum, sko. Sá ég rauðan og svarta vír og það byrjaði bara því, sko. Og vatt þetta aðeins upp á sig. Svo var ég komið stóð hátalara í skottið og svo var ég fann að safna hátalurum og búin að tróða minni herbyggi og alla bíla. Ég man eftir og var einn svona að fara út á land með mömmu og það var ekki nógu góð græri í bílnum minna þannig að ég og bróðum fórum út og
ég setti bassabóks í bílinn þó svo máttu það ekki svo þegar við lögum á stað og mamma hekkaði græðanum og voru eitthvað óþara læti í skottinu og kom einhver svipur á hana og ég sagði hana, sættu við bara við þetta við erum lögum á stað Já, seint. Það er þetta mega fínt sko. Það er maður. En er þetta bara, þú veist, þetta er bara daglega lífið þitt að vera að setja græjur og ljós og eitthvað svona Já. alla daga? Það er sko einangrun, loftkerfi. Ég er búinn að vinna í björgunarsveitabílum, fjallaeppum og bara alls konar græjum. Sko. Já, vörubíl oft. Ég sé það. Já. Það Vörubílar og bara mikið sem fellur undir. Það byrjaði náttúrulega bara í bassabóksu og færði sér svo bara út í meira. Allt sem að fellur undir þetta eins og loftkerfi að leggja loftslöngu í gegnum bíl er ekkert ósvipaði að leggja vír í gegnum. Sko. Já, fyrir svona úrleipi búna og svo Já, þegar ég stofnaði fyrirtæki sko, þá var kannski mátti kannski bæta aðeins meira í svo sem fylla upp í að dagskráin alveg sko. Akkurat, já, getur við kannski enginn lifað á því að vera að setja bara bassabóks? Nei, þú getur örugglega ekki lifað á því sko, ekki eins og þetta er hérna heima sko. Nei. Er þá líka að setja svona útvörp og svona í björgunarsveitabíla svona... Já, ég var alveg sett greiður í björgunarsveitabíla sko, og einangraða og svona sko. Já. En yfirleitt er björgunarsveitabíla bara að hugsa til þess að vera í lagi og virka sko. Já, mitt. En þetta er alltaf svona, þegar maður færi dellukall til sín, þá er þetta alltaf svona, já, kannski kíkir á hátalarni í honum í leiðinni og heyrir eitthvað sörgi honum og kannski setur 3 bassabóks. Nei, það veltur oft svona upp á sig sko. Já. Maður þarf stundum að segja við fólk bara, ég hef ekki bara byrjuð því sem við ætlum að byrja á og svo sjáum við til restina. Já, ég held að flest allir sem eru að hafa dellu í þetta sko, bara sem fá ekki möguleika til þess en langar öllum fikta eins í þetta sko. En það er sko, það er líka bara eitthvað við það að keyra bíl með góðu hljóðkerfi sko, það er miklu skemmtilegra heldur en að keyra bíl með ömulegu hljóðkerfi sko. Já. Þú fær bara miklu meiri feeling. Já, svo er þetta líka bara fínt oftast eins og sérstaklega með vörubíl. Þú veist, núna þegar maður er með almennilega græður í bílnum sínum, maður er einhvern veginn, þegar maður er einn í bílnum, er í sæmilega langri bílferð, þá er þetta bara fyrst þess að gripur í sko. Algjörlega. Hvernig heldur þú að sé að vera á vörubíl að keyra hérna 12-13 tíma á dag og hlusta sjálfa sig eða mótorbremsuna skilur. Já, nákvæmlega. Ég var að keyra sko, ég veit alveg hvað þetta er. Já. Maður bara, ég held að sé allir trukkara sem elska gegga greiður í vörubíluna sko. Já, ég man eftir því að eitt sem sagði við mig að væri pirrandi að ég væri farin að setja greiður í vörubíla fyrir minni kostnað sko. Þegar nú var þetta bara ég var eiginlega búin að búa til svona, að þetta væri eiginlega bara orðið staðalbúnar í vörubíl í dag. Það er bara 2 auka hátalar og bassabóks. Ef þetta var ekki í bílnum þá liggur við bara erfitt að fá bílstjóra á hann. Já. En þú sem er sann skililegt að þetta er bara basically vinnustæðarðin allan daginn. Þú þarft að díla við að þú ert að keyra svona ógeðslega langa vegalengdir skilur, þannig að það er ekkert skrítið að þú viljir vera með almennilega græjur og þurfi ekki að hlusta á eitthvað dósarhljóð sko. Já, þetta er í raun og eina sem getur gripið í sem maður er ekki að fara að trufla ef aksturinn þannig sé sko. Já, ég meina, fólk sem vinnur á skrifstofu vill hafa fínt í kringum sig og ég vil hafa góðan skrifstofstól skilja að það þarf að sitja hún lengi. Akkurat. Svo, þú veist, þetta er bara alveg sama hvað við vinnum við. Algjörlega sko. Hvað er svona, finnst þér skemmtilegast að vinna í eða setja í bíla eða eitthvað svoleiðis? Mér finnst skemmtilegast eins og ég er búinn að taka nokkra fjallaeppa og smíða það bara frá grunni, þess að dragkerfi og loftkerfi og ýmislegt. Mér finnst alltaf gaman þegar maður er búinn að eyða ógeðslega miklu tíma í eitthvað og þú veist, það bara virkar eða sérstaklega bara líka þegar fólki er ánægt með það, þeir eru búin að eyða ógeðslega miklu tíma í bílunum og þú veist, þetta bara virkar og þeir koma tilbaka og kannski langri ferð og þetta var bara þurfti ekki á neinar á að gera þessu skil. Já, þetta var bara til friðis. Og líka bara þegar maður er að fá tæki sem að kostar, ég tala nú bara ekki eins og nýjan vörubíl, maður er að vinna í nýjan vörubíl sem að kostar sko fleiri milljónir það er bara að vera að hleypa einhverjum litlu krakkar með skrúfjarni ekkert mál þegar maður er búinn að klára svona verkefni þá það er eiginlega það sem ég er skemmtilegast sko. Já, það er ekki líka bara það kannski munur á milli einhver bara gaur sem eins og segir með sújátt sem er að súa og eins og þig sem veist hvað það gera og gera þetta vel er hvernig þetta er frágengi, hvernig lítur út og hvernig þetta er svona sko maður hefur alveg séð í svona bílum sem eru með einhverja bassakeilur og eitthvað og maður sér, þú veist hérna vírin sem kemur úr græjunum til að kveikja á öllu, maður sér hann bara svona liggjandi í gegnum gólfið og hérna það er að vera snirtilegt, flott og lúka svona pínu eins og þetta á að vera þarna
Já, Ég man að það var alltaf svo ógeðslega þægilegt að setja bassakilur í E36 að því varst bara með geimin aftur í þurfti bara að taka litla signalvírin í gegnum bílinn sko. já, og RCA kannski. Já, RCA. Það heyrist eitthvað í þessu. Það var mjög næs sko. Já. Þú ert búin að vera í meira heldur en einhverjum svona græjum og dóti, þú hefur aðeins verið að fikta í drifti og svoleiðis. Já. Og ertu ennþá í því? Ertu í pásu? Ég hef aldrei verið að keppa í því, sko. Já, ok. Ég er búin að sinna nokkrum keppnum og vera mikið í kringum þetta. Eins og þú kannski veist, þá var ég mikið með Jón Þór þegar hann byrjaði og fyllt hann svolítið í gegnum þetta. En þetta byrjaði eiginlega bara á því að Jón Þór hringdi mig einn daginn og það var eitthvað svaka læti í bakgrunni á honum og hann eitthvað, ertu heima? Já, ég er að koma. Ok, svo bara, ég bjó að Vassenda þá alveg efst upp í hverfinu sko. Þannig að ég eitthvað, hvað voru læti voru þetta? Svo bara glamra allt hverfið svona hálftíma áður en að kom fyrir utan, þá voru búin að kaupa þennan agur, fína station af ensismæður, alveg geggjaður og þar byrjaði driftið sko. Já. Þannig að Það var nú ekki ánæður að kallaði Lexus af Ensisinn sko. Lexus? Já, Jón Þór. Já. Ertu ekki að tala um station Lexusinnars? Ég sagði af Ensis, eða ekki? Jú. Já, þetta er ekki Lexus. Og rífa allan góða búnaðan úr þessu, sko. Það sem gerir Lexus er luxusbúnaður. Það er bara búið að rífa allt úr þessu, þetta velti búið í þennan. Sko, ég vil ekki gera fólk sem er hrifnir af Lexus ES200 eða ES300 en í Japan heitir þetta Toyota Altezza. Já. Í Japan þeir skilgreinir þetta ekki einu sinni sem Lexus. Nei. Því miður, það er þetta bara Toyota þar. Alveg eins og hann að GS. Eins og þú sagðir af Ensis. Af Ensis Station. Já. Lexus GS, það er Toyota Aristo í Japan. Aristo. Þetta er ekki nógu flott til að heita Lexus þar víst. Því miður. Nei, ég hef strítt Jón Þóri fyrir þetta einu sinni tvisvar. Það er kannski ágætt að hafa þetta á filmum. Núna það kemst ekki fram með þessu núna. Nei. En já, þetta byrjaði þar og hérna svo ég á náttúrulega driftbíl sjálfur og svo keyptum við annan fyrir konuna líka. Ok. Þannig að það er nóg til að þeim á heimilinu. En sko aðalástæðan fyrir að hún fékk var svo ég geti eitt meir í munn. Ok. Hvernig bíla eru þið með? Við erum með E36 sem var fótt að beinskipt. Ok. Það er hennar bíl? Já. Ok. Og þú ert með? Ég er með E39 Bíóf. Þetta var báði Bíóf náttúrulega. Ok. En af hverju er ekki verið að keppa eitthvað? Ég hef aldrei verið spenntur fyrir að keppa. Ok. Yfirleitt út af því að þetta hefur einhvern veginn bara, ég hef aldrei haft neitt tíma til að sinna þessu þannig að þetta getur farið meira í 3 hringi. Þannig að ég hef bara fínt að njóta þess að 3 hringi og láta kalla það bara gott. Svo þau eru bara í skúrin að gera við í 8 mánuði. Já. Bara hafa gaman. Nei, já, þetta er bara að hafa gaman sko. Þú veist, ég hef ekki þannig sér tíman í að sinna þessu full time og það vita allir sem að eru eða hafa verið að keppa í þessu að ef þú ert ekki að sinna þessu allir tíman þá, þú veist, þetta er ekkert bara að mæta upp á braut og skipta dekk og fóra að spóla sko. Ekki að þú ætlar að vera að keppa í þessu sko. Nei, starta að hugsa um bílinn og svona. Með allt motorsport, síðan ekki máli hvað það er. Þannig að ég bara eins og núna, nú er ég búin að fara 2 sinnum að keyra á gatubíl, þá bara er tekin 2-3 vikur í að reyna að græja þetta og koma þessu út og ná þessum 3 hringjum mínum og hérna, svo bara býði ég 1-2 ári viðbútt og já, fyrir aftur. Já, ég held þessi bara eins og með alla, eins og þessi rally og svona, það er bara allur veturinn fer bara í að skrúa og smíða. Já, ég er nefnilega ekki það sko, ég hef ekki hann allan vetur. Nei, ég ætla ekkert að keyra í sumar og eins og núna í sumar sko, en svo fór ég með vélina mín og kíkja á hana bara til öryggis og þegar ég lappaði inn hjá Gurtnum sem var að kíkja á hana þá var ég, við ættum kannski að keyra sumar. Nú er ég bara búin að eyða óþægilega mikið af penningum síðan að ég fekk þessum flug. Nú verður að keyra. Það fylgir þessu, nú verður að gera. Það er gott. Nei, stefnan er nú að fara einhvern tíman aftur út og ég eiginlega lofaði þegar ég var úti síðast að ég myndi keyra aðeins meira en heima áður en ég fór út. Þannig ég fór á dagatali og hugsaði með mér ef ég ætla að fara út næsta sumar þá er eiginlega bara í boði að keyra núna í sumar þannig að þá spýtti ég lófan á að tróða þessu saman. Já, það verður bara gaman. Bara kíla á það. Algjörlega sko. Og það er hérna, ég hef einhvern veginn einmitt, eins og þú segir, að maður þarf að halda þessu við. Ég hef einhvern veginn öfunda eftir að ég fekk mér
þannig bíl að hann er bara turbo og kraftmikill og ethanól og Já. eitthvað. Ég öfund alveg þessa E36 M50 sem þú bara liggur við, þarft ekkert að hugsa þú bara mætir honum upp á braut og fer ring eftir ring og Já, hinn bílinn á heimilin okkar er svolítið þannig, sko. já, Það bara, það versta sem hefur komið fyrir hann er það þegar ég prófaði hann, já, þá tók ég eina beygju, var svona allt í lagi, tók næstu beygju, braut öxul, ah, og þá var ég ekki búin að kaupa hann, þannig að ég varð að kaupa hann. Líka, þú veist, að drifta á þannig bíl er betur en að drifta ekki, skilur, þó það Já, sé ekki eitthvað svakalegt, skilur. það kemur aftur inn á það sem ég var að segja. Mitt. Að Bíl sem þú getur mætt á og keyrt meira síðtæm, meira gaman, skilur. Já, algjörlega. það. Það er mitt E36 sem að ég átti sem að hann er á kastri, bara Indigo kastri, ógeðslega basic bíl, þetta er bara M50 P25 var sjálfskiptur, við setjum í hann bara girkassa, handbremsu og bara rifum allt úr hannum og þú veist, svo fór ég upp á braut og það var eitthvað, já, bílinn var ekki að ganga almennilega, vorum að rífa hann í sundur og svo turbína með vesen og eitthvað og meðan var hann bara ring eftir ring Með og svo bara, já, og svo kemur hann til mín bara, Palli, you have some tires for me og ég bara eitthvað, já, ég er með eitthvað hennar þetta bara, haldt áfram bara, þú veist og við í pittinum eitthvað að skrúa, skilur og hann út á braut bara ógeðslega gaman, skilur en þú veist, jú, farið eitthvað stærra núna, skilur en þú veist, þetta er bara Hann er alveg búinn að, hvað er þetta, 3 ár sem hann er búinn að keyra allavega, held ég. Já, jú, 3 ár. Hann er alveg búinn að fá Þú veist, hann er búinn að fá sætistíma, könnu af 140 hestöflum ring eftir ring. Þú veist, hann er búinn að ná að mæta á allnokkra ræðingar, þannig að hann er kannski allt í lagi að fara að breyta aðeins. En svo er líka spurningum að breyta bara ekki ómikið. Já, þá getur maður að fara að fóka upp. Já, eða bara, þú veist, þeim er meira sem við breytið, þeim er meira að það vera, þú veist, hafa þetta í höndum, finnst mér. Svo sér maður oft fólk sem eigið kannski ekkert svo mikið í þetta, bara hendir einhvern til turbínu og einhvern M50 og það virkar bara í 3 ár. Þannig að þetta er svona ýmislegi draugar, sko. Já, maður lifir og lærir og pröfar og... En talandi breytingar, þá var ég að senda flugu hérna að þú er að breyta driftbílniðinum sem er twin turbo Já. Og skipta út turbínunum fyrir blásara. Já. Hver er pælingi með því? Pælingi með því er að turbínunar þú veist, það vantar ekkert afl en þú veist, nú vorum við að keyra í yfir 30 stigi hita og með 2 turbínur sem eru minni, það komið meira backpressure sem að býr til meiri hita og pústgreinar og í 30 stigi hita með of heitan vélasal, það er bara ekkert að fara bara virkar ekki. Nei. Það er ekki bara eins einfaldara að ég veit að þetta er bara komið bara í blásari og á kerfublásari. Jú. Þessi léttara, minna drasl í vélasalnum og... Miklu minna drasl í vélasalnum. Ég er að berjast við, það er sem sagt, ég er með hita pocket undir pústgreinunum aftast hjá mér og bodyið er alveg svolítið þannig að það er ekkert að fara að skera eitthvað úr og búa til meira loftflæðar. Turbínundar mín að sitja uppi framan á vélinni, greinarnar liggja niður og baku greinarnar er eiginlega bara hita pocket og ég var bara að lendi að kertaþræðinir innst voru að bráðna, alveg sama ég seti 2-faldan hitaskjöld á kertaþræðina, það bráðna bara samt, sko. Já. Það er svo mikið hiti. Og já, bara allt og mikil hiti. Þetta er ógeðslega gaman, þetta svínvirkar, þetta á að vera torfæribíli eða eitthvað sem andar miklu betur. Já. Og ég ætla bara, þú veist, ég ætla bara að reyna að einfalda bílina þess. Ég hef aldrei fundið fyrir að mér vanti eitthvað power í hann, sko. Nei. En hann er að keyra í 800 núna, en ég er að sjá fyrir mér að vera svona 650-700 núna þegar ég er búinn að breyta hann, sko. En bara hitin í kringu vélina verður miklu minni. Og nú erum við að færa vaskassan aftur, við erum að losna við intercoolerin, við erum að fara bara í kælir fyrir intercooler, því við erum vaskkeldur intercooler í blásaranum. Okay. Það tekur miklu minna pláss og miklu minni hiti sem liggur frá því, sko. Þannig að ég er eiginlega frekar að fórna bara aðeins helstöflum fyrir meiri kælingu, skil. Já, og bara það indi líka. Já, og líka bara þetta í kælublási sem fer bara ofan á millhetið, það er bara fyrir ofan á hendið, millhetið, svo bara intakt þar, svo bara púst útbúið. Já, þetta er basically, það er púst undir honum sem er búið að taka í sundur á 3 stöðum. Ég er basically bara að taka 2 púst úta og bara setja upp í hillu með turbínuna bara í smá stund og svo
er þetta bara smá bútur frá greininu og niður í pústið og þá er það aftur komið sko. Já, Þetta er ógeðslega einfalt. Ég hringdi í góðan vin á leiðninga með þessi og spurði hann hvort það væri nokkuð eitthvað vesen að færa sér í blásarann. Hann hafði engar áhyggjur af því. Hann bara kannski einhverju spísar sem ég þarf að skipta að því mínu getur verið of langir sko. Já. Af því að minni spísar sem að fara í sem sagt, af því að spísarnir fara beitt í blásarann sko. Já, þetta er best í sólgrein. Og það er þetta BMW-mótor? Nei, út með vaffáta. Bara gamall Cadillac Escalade. Nú, Já, ok. 9. 6 lítra bensínvél. Bara einfalt. Pushrod eða ekki? Jú, þetta er pushrod V8 eða ekki? Það er ekki bara einn ás í miðuna? Einn ás í miðunni. Já. Passa bara hann sé heitur. Og góður fyrir supercharger. Og það planið er að koma þessu, ég fór bara í venjulegan LSA blásara og ég ætla bara að koma þessu saman. Það verður að hugsa mjög vel vasskerfið og alla kælingu í kringum þetta og svo bara þegar þetta fara að keyra almennilega það sem að, það sem að við getum mætt á okkar hæfingu og kannski bara klára hana. Ekki bara þeirra á hringi? Já, þá fer bara stærri blásara á sem að er bara sama plattform nema frá bara performance framleiðanda og það er bara bolta og þú veist, þá bara tala sér að þessi komið meira búst og þá bara þarf ekki að fara að breyta neinu. Þannig að það er svolítið búið að mappa þetta út frá því að byrja bara rólega, fara að reyna þú veist, fá þetta allt bara til að virka í staði þess að henda sér út í djúpulegin og halda áfram að skrúi þessu. Ég alveg, þú veist, síðasta sumar þá var þetta orðið bara svona, jæja, hvað er að fara að prófa eitthvað annað drift bara. Já, það er svolítið. Já, það er svolítið bara. Náttúrulega, að fá einhverja svaka hestablutölur er bara pointless ef þetta virkar ekkert. Já. Og þetta alltaf súið, alltaf bílað, þá er þetta ekkert. Ég flutti bílinn á gatibíl í fyrra og sko, það voru 3 hlutir sem fóru í skrúfuna í bílnum og það vildi bara svo skemmtilega til að þeir voru allir glænýr. Já. Þú veist, það var meinsýli aftan á vélni, það var glænýtt. Það var svo heitt aftast á vélni í kringum transtölunni að kinnin í kringum sem sagt meinsýli, hún bara, þú veist, meinsýli bara datt úr. Já. Og ég Sauðu bara. Já, það bara gekk til, sko. Ég fór út í búð, í Noregi og keypti nýtt meinsýl og ætlaði að fara að stilla því upp að kinninni á vélni og finna eitthvað til að banka í. Þegar ég stilti upp á, ítti ég bara inn í mig. Já, þetta var bara þenni svo mikið út í hitanum. Já, þú veist, ég veit ekki, er eitthvað annað sem að myndi láta þetta þennjast út annað en bara ómikil hiti í vélarsalnum. Já, bara ef þetta er bara. Það hlýtur að vera, sko. Svo var ég með stýristælu sem að var bara glæni og þryktur stútur í henni fyrir sem að lekur inn á hana. Og hún hitnaði svo mikið að þrykkingin á stútnum bara Já. Þannig að það er aðalega hittavesinni sem er búið að vera að stríða þér, sko. Já, svo hef ég aldrei verið með loftsíðu á túrbínunum mínum og allir alltaf verið brjálæri við því að þessi ekki loftsíður á þeim. Þannig ég ákvæmst þetta loftsíður á þeir og fekk stein inn í túrbínuna samt. Þegar þú setur loftsíðuna. Þegar ég setur loftsíðuna og ákom þeir, ég átt að fókinslega það sem helvítis loftsíður. Ég man að það var helviti fyndi svona kalkunarhljóð í bílunum eftir þessi loftsíðu fór á. Það voru útlendingar sem eru mjög frægir í drifti sem komu timmin í pittinu bara hvernig blow-off-ventil erstu með? Ég bara, blow-off-ventil? Já, svo skrýtir hljóðu bílum. Já, nei, þú ert að loftsíðunar. Já, þetta er nefnilega mjög fyndi hljóð, sko. Þú veist að maður oft sé alls konar turbóbíla. Þetta var bara eitthvað öðruvísi, sko. Þetta var mjög skrýtið hljóð. Ég man bara eftir að þegar við vorum að fara að setja bílan okkar upp á pall á bílatum, voru að fara heim þá komstu þarna niður brekkuna, alveg bara í kvínandi botni og svo slóstu að og það kom bara eitthvað kalkunar hljóð þarna úr bílnum það var ekki eðlilega að fyndi hljóð, sko. Já, þú hefur ekki sem sagt upplifað þetta á betri leiðina ekki bara sem sagt á spólsvæðinu þar sem að er klárlega verið að taka á honum og þá upplifað þetta. Mér fannst þetta fyndnast þegar ég lefði öðrum að prófa bílinn eins og í hverfinu þá var ógeðslega fyndið að því að pústkerfi í honum er mjög hljóðbært, það heyrist eiginlega ekkert í bílum og ég var að mælast hvað var að 108 decibeli eða eitthvað á 4 snúningum á meðan aðri voru bara rétt að slefa í að meiga keyra og þeir voru meldir að 2000 snúningum þannig að þú heyrir eiginlega ekkert í bílnum í gangi eða á gjöf þegar hann er farin fyrir hotnið þá bara hættir að heyrast en svo heyrir bara
Já, og akkurát. svo heyrir það bara einhvern veginn öðru sér hann er komin lengra í hverfið og ég bara, shit, þetta, ég hlóðum svo mikið af þessu en þetta, já, Þetta var fer bara svona. lótt sír Þetta fer núna. já, leiðilegt að missa þessu hljóðið en Það kemur öðrum kemur sem helvits væl í staðinn Eins og Hellcat. já, Já. ég, Superchance í vælið maður. já, ég skal bara gera það fyrir ykkur að sjá til þess að heyri sem mest í því Já, Já, það er það- gegn ég ætla bara að vera viss um það að Superchassin sé lagi algjörlega. sko. Blásara, svona væl er alltaf töf, sko. Mér finnst það hafið flott. séð einhvern almennilegan driftbíl með svona blása Ekki driftspíl. Roadchargerarnir hljóma ekkert alltaf svona sko eða hljóma sem við höfum Nei, ég held ekki. Þeir náttúrulega, þetta er rauninni bara túrbína sem er alltaf drifin, þetta sko. er bara allt annað dæmi sko en þegar þú ert komið með svona blásar á driftbíl þetta er ég er búin að sjá nokkra svona bíla mér finnst það bara pínu spennandi Sko, ég er búin að sjá, ég er náttúrulega sá það úti á gatubíl, hann að Bleika sem er með rísa keflabalsarnum. já, Það er eitthvað stelpa hann á, já. Þú veist, en hérna heima náttúrulega er bara Alli M. Það er, þú veist, það er ekki alveg svona, þú veist, það er alveg cool supercharger sem hljóði í honum, en það er ekki rosalega hátt, sko. nei, Það er ekki svo mikið væl. hann er líka ekki held ég með eitthvað svona megablóður sko Nei. ég held ef ég ætti að skjóta út í bláin þá er hann með held ég 1600 blásara sko, Það segir mér ekki mikið, sko. nei, ég kemur að þessi nota LSA blásarin er 1900 Ok. og performance 1900cc þá, satt. já, Mm. performance blásarin sem ég er að ætla að enda í ef þetta gengur vel upp er 2650 Ok. þannig að ég er að slefa í svona 1000 hestablúti hjól með blásaranum þegar bílinn verður eins og hann mun koma til með að vera ef hann verður til friss Já. annars fer hann bara í fólk í rusli Það slæða við þetta er að þessi blásur er meira slagrið en móturinn minn, sko. Hældi því. Fældi því. það var sett fyrir að Honda nei. Það er þetta crazy. Ja, ef vélinn þólir 2 túrbinur og ég man ekki hvort ég hef verið í 14 PSI eða eitthvað á tveim sem var reiknað út í 800 hestablum út í hjól þá ætti hann að þóla einn hárblásara held ég sko. Já, líka, þetta er allt öðruvísi, sko, þetta er meira svona linjar power delivery, sko. Þetta er meira svona smooth, sko. Þetta er ekki svona eins og með turbínu og bara kemur ekki svona allt í hennu. Já, svolítið svona powerbandi í turbínunum er svolítið svona, Ég held það kikkar inn, þetta er bara sko. betur með mótorinu eða eitthvað, sko. við ætlum ekki að gera það við ætlum að nota þetta Já, sko í vort. við ætlum ekki að hugsa vel um þetta við ætlum að nota þetta Nóða. Nei, þú veist, ég bara að segja það kemur ekkert eins snögt inn powerið. já, Miklu þetta meira er smooth, allt öðru sér kurvur sko. Já. og hérna, ég fíla meira sko, eins og þeir sem hafa kert með mér þú veist, í GT-akademíunni virtualdrift og ástæðan fyrir að Benni hata mig er út af ég vill bara hafa þetta vaffátt með nóg að tói sko. ég er ekki hrifin af því að þurfa að halda druslir í botni svo rétt spólir sko. ég nenn ekki að vera með turbínu þú veist, já, verður að kera niður 5.000 snúninga og spóla á honum þú veist, og svo dettur niður í einni beygju og þú veist, það bara skilur, ég vill bara geta ferð bensíngjöfun og styrtunum á bensíngjöfun Sko, nú er það ekki bara ég sem fíla ennabíla. Ég seti á. Ég elska það. ég sagði aldrei NA Nei, hann vill turbína supercharger. eða blásari Já, en svo þú vilt vera með nóg tók. ég myndi ekki segja nei við eins og RTR Mustang sko, Já. ég myndi ekki gera það sko hann er NA Já, plus Nitro Mílan vill Hann hafa þarf það. einna í tölvunni, sko. Ekki in real life. Það er að vera bara með bara svo smooth power curve. Það ert ekki eitthvað allt í hennu bara að fá eitthvað svaka power sem hún er ekki stjórn að kæfta þér. En þú vilt ekki hafa það enna í alvörunni. Nei. Ég er náttúrulega, ég drift ekki í alvörunni, ég veit ekki hvernig það er, sko. Þú verður að fara Jú, í snjónum bara. Já. Á kompressorbensinum sem var kert á mástu. Já, já, Utanakis. alveg rétt. Já. En ég keipti hérna diesel, keipti bensum daginn aftur, tímiður. Já, Það helvits bensu ekki. alltaf bens. Ég gamalt drasl. Keipti sko beinskiptan E-klass. Ég hef aldrei séð svona bíl áður. 2003 E-klass beinskiptan, hvað vil ég þessu? 220 diesel. já, blessaðu þetta Þetta Keipti er flott. er þetta mekkanist olíuverk? semi-mekanist, já, þetta er gamalt. Þetta er svona, þetta er OM 646. 646? Já. já, Haxamótor. hlýtur að þetta stækka eitthvað í olíuverkinu og setja inn að turbínu Sko, mér langar að sjóða í drifið og lækkan og ég veit að þetta framleið, þetta er 180 hestum, sko. sko, af hverju ætlar að lækka? Af því hann er fárlega mjúkur já, og eins og bátur. Já, þú getur svolítið alveg sett bara stífari fjörun og það er ekki að læka. Ég er að segja það, bara stíðar í fjöðurinn, Já. skilur við.
En þú veist, Lower is slower. hann er bara keyrður 570.000. Já, blessa veitu. Þetta er OM 646 sko. Já, Benz sem er kerið 500.000, það er bara eins og Jari sem er kerið 50, sko. Gamall Benz á 500, það vartu búin að tilkýra hann. Já, ég sá svo annan til svona VAF 6, ekki bara í gær, komin í 800.000. Eins og ég segi. Þetta er geggjað bíl. Nú eftir. Sko þegar ég var, mér minnir þetta, hvað ætli ég hafi verið 18-19 ára eða eitthvað, þá vorum við á Benz sem að vinkonum minn átti þá, eitthvað diesel Benz sko, þurftum að taka hann alltaf í gang með startspray og skrújárni og einhverju. Hann var komið langt yfir 1.000.000 sko, fór alltaf í gang og kerði og mökkaði bara svörtum reik og það var bara diesel og bara geðveikt skilur. Það er bara eitthvað í diesel Benz, sérstaklega ef það er búið að fikta bara smá í olíuverkinu á honum, þá líður það bara svona eins og stimpilega hann sé að fara ofan í pönnu þegar þetta gengur lausagang. Já, minnulíf mót út af EGR-inu sko. Stifnaður. Þetta er líka bara þetta hljómar EGR var ekki að segja þetta var gamalt. Þetta er 2003, þetta er ekki það gamalt. Ok. Ég man ekki þetta, þessi 190 bíl var mjög gamalt sko sem ég var á hana. Já, 190, það er. Hljómar er svo massi Ferguson hana, kannski var þetta ekki, ég man það ekki, þetta var allan þetta var stærri en 190, þetta var 240 eitthvað svona dæmi, en þetta var sko, þú veist, þetta var gamalt sko, þetta var 90 eitthvað að gera Benz sko. Þeir eru ekki bara, þú veist. Þessi er svona á mörkurum, hann er nógu gamalt þess að vera ekki með DPF, sem er gott, en hann er nógu nýlega þess að með tímiður EGR. En það er svo, þetta er 3 pinna EGR með 2 súr, það er ekkert mál að eða þetta út sko, ég er bara eftir að gera það er bara vindri sko, en anvöxspólur í snjó, ég er búin að prófa það bara í annan gíl þá bara koma þessi þurft kallið minn já, kannski gerum það þá þarftu bara að bæta aðeins já, ég var svo bara púst út húttinu og mökkarsvörstu þeir eru nú, Black Smoke Racing Tímú Beltola þú voru að fara að taka þá til fyrirmyndar já, þetta taxamerki á þakkinu það er styrla, er hann ekki með svoleiðis, ég held það ég man það ekki sko. Ég held að Black Smoke Racing, hann var alltaf við taxaskildi á Ég held þakkinu. að sé með fleiri neitt bíl sko. En Tímú Peltola, hann var alltaf með taxamerki Ég sá bara daginn en að Black Smoke Racing var að gera eitthvað nýja bíl og var að testdræfa hann og það var sko bara voru með pústi bara beint upp úr og voru með hann hálfan úti þegar það var verið að dæna hann og bara reik skýið í hverfinu sko, það var svaðalegt sko. Ég þarf bara að mála hann svartan og fá sponsor hifli Það getur allar að koma þér í eina turbínu eða svo Já Það er bara ekki að visa bína á þetta maður og sendið Já En þú komst aðeins inn á að þú hefur verið að drifta í tölvu Já Ertu búin að vera því lengi eða? Sko þegar ég tók ákvörðun að fara út þá settist ég á skólabækinni á hann Bennavin okkar og ég þú veist, ég fór bara aðeins að keyra meira í tölvu bara ná meiri sætistíma í raun og veru sko og ég lærið miklu meira þar heldur en út á götu sko það er eiginlega svolítið svoleiðis af því að ég veit ekki hvort að einhvern sé sammála mér en þetta er erfiðara heldur en að keyra bíl sko Ég er sammála Þetta er erfiðara en að keyra bíl Ég er bara að pröfa þetta í hermi sko ekki. Já, farðu út og keyra bíl veistu það, þú ert að hlæja sko. Ég næ alveg að spóla eitthvað semi-vel í tölvu sko en ekkert eitthvað reverse entry og bara að kasta bílnum inn í einhverja beygju í myrkri það er eitthvað sem þú gerir ekki skilur út á götu á bíliðinu en ég ger þetta margóft í hermi svo gerði ég þetta eins og ósælrátt á mínum bíl upp á KK svo fattaði ég bara þegar ég var búin að sletta beigina bara wow þetta hefur bara verið fjarskilt ef maður hefur ekki verið búin að gera þetta tölvum þannig að mikið hlutur sem þú gerir í tölvunni verða ósælrátt hreyfingar þegar þú komið farin að keyra bíl sko. Af því að þú veist eins og varst að tala um aðeins áðan þá með stýrið þú ert alltaf að bíða eftir einhver sem er ekki að fara að gerast þannig að þú þarft að taka, sko, þú ætti að reikna út í höndunum aður hvað afturhendin er að gera en þú finnur það þegar þú ert komin út í bíl þannig að þú ert miklu meira meðvitaður hvað er að gerast í bílnum ekki tölvunni þannig að þú þarft að finna, þú fær finnhreyfingar úr tölvunni sem þú tekur með þér síðan út í bíl Svo er líka bara eins og ég heima ég er bara með eitthvað ódýrt Logitech stýri sko, þannig að ég þarf alltaf að kasta bílinn sjálfur yfir, það er bara ekki nóg mikið power í stýrinu svo voru ég loksins í geitjaketi mín og pröfaði þar það var bara miklu léttar að spóla ég var bara því að ég var svolítið svo vanur að þurfa að gera það sjálfur þá náðast þú búin að gera þetta í erfiðum aðstæðum fúst í betri aðstæður
og Og þá var það léttara. Það er miklu léttara. já, ég var einhvern tímann heima á mér, þá var ég bara með G27 eða G29 Logitech Já, bara að sé bói. og ég sá eitthvað staðar inn á Facebook að voru eitthvað íslendingar að hittast á okkur server og eitthvað að keira ég var eitthvað aðeins búin að vera fyrkt í þessu og svo fór ég að slæta með þeim svo þegar ég var búin að keira með þeim í einhverja 1,5-2 tíma þá sagði ég við að ég gæti nú ekki verið lengur að stýri mitt væri að fara að hitna og þá spurðu hvernig stýri ég verið með þá átti ég bara ekkert að vera að ná að keira þannig sko. þannig að þetta er sko þetta skiptir svolítið miklu máli að vera í góður stöð en GTA Akademían býður upp á helvíti góða stöð til þess að æfa sig í þessu. Já, ég er með G923 sem er nýrri kynslu af G929 og fínt stýri fyrir hvað þetta kostar, bara fínt en fyrir driftunum, það er bara ekki nóg mikið power til að skjóta tilbaka sko. Þú er bara, hann er ekki nóg fljótur til að fara tilbaka þannig að maður þarf rauninni sjálfur að whippa hann, sjálfur að henda því hinn áttuna. Þú þarf að leiðrétta hann sjálfur Já. Bara eins og að vera með og lítinn kaster á svo bara mætti ég að það geti og bara fyrst skipti að drifta í svona ekta Fanatec stýri eða eitthvað þá bara, vá, þetta er bara nice Já, easy. þú vilt vera með stýri sem er bara eitt rammarsmótor sem að stýri fyrir beint inn í rammarsmótorinn, ekki með tannhjól á milli eða reymdrifið eða eitthvað svona direct drive Já, því að þar getur þú fengið bara sömur hreyfingu og ferð til hægri, ferð til vinstri eða jafnvel meira, skilur Ég mitt þetta var það sem að ég var að prófa til fiskið þínu alltaf bara og ég beigði til hægri og svo fannst mér ég alltaf þurfa að beigja til vinstri skilur því ég hef pröfað einhvern tímann svona Logitech, þú veist, PlayStation stýri og og svo voru þeir bara, prófa bara að sleppa stýrinu eins og myndi gera í alvörinni og ég fer sleppa stýrinu og það byrjar að fara og mér finnst það svo skrítið að stýri sé að færast skilur og ég er bara í einhverjum tölvuleik og þannig að þetta er svona maður þarf að venjast í sko en mér fannst þetta miklu erfiðara heldur en að drifta í alvörinni sko alveg miklu erfiðara sko og ég sko var ekki svo sem lengi við vorum í hvað ætli hafa verið í 2 klukkutíma max eitthvað svoleiðis við vorum ekki að keira nei, við vorum ekki að keira alveg 40 mínútur max samtals en sko, þú veist, ég var að ná eftir klukkutíma þá var ég farin að ná fyrstu beginni og þess að negla út af bara strax og þú veist, þegar ég var að koma, þú veist, úr beigju og hann var að kasta hún meira á hina hliðina, þú veist, þá var ég bara að spinna og eitthvað, ég bara hafði enga tilfinningu fyrir bílnum en ég var eftir samt bara þennan klukkutíma skilur, þá var ég strax byrjaður að ná beigjum og farin að átta mig á því svona, já, ok, svona virkar bíllinn, skilur þannig að þú veist, þetta er ekkit eitthvað erfitt að koma sér inn í þetta en maður þarf bara sætistíman og það er einmitt það sem að skiptir mestu máli já, einmitt það er líka bara einhver til að fylgjast með sem kann meira á þetta í þærmi fullt af fólki sem kemur að inn ég er búin að taka á móti mörgum og sína mörgum þetta og ég er búin að kenna nokkrum og það sem maður sér oftast er að fólk kemur að inn þetta er bara tölvuleikur þetta getur ekki verið erfitt og þú veist, eins og þú ef að þú varst farin að skipta yfir á hinna hliðina á fyrsta klukktíma þá náttúrulega, þú veist, þá ertu eiginlega komið fram yfir byrjunastigið. Ég er með ákveðna reglu þegar ég er að kenna einhverjum frá grunni í þessu sko. Það er bara, ef þú getur ekki spóla 1 hringtorki, 1 hring í sömu áttina 10 hringi, þá ertu ekki tilbúin í að fara að reyna að skipta þér á hinna af því að þú getur ekki haldið þér á einni hvernig ætlar það þá að koma þér yfir á hinna og ef þú lærir þetta ekki rétt þá verður það svona, þú veist, þá eiginlega svona sömu gefast bara upp á því sko. En svo, þetta er eiginlega erfitt að lýsa þessu þegar þú er búin að keyra þetta í smá tíma þá allt í bara svona vá, já, ok, þá byrjar þetta að vera gaman þegar, þú veist, jú, þetta getur verið rosa gaman, sko, en það verður líka að vera kannski í réttum hópi þú veist, ég get ekki setja einni eins og kert, sko en mér veist, rosalega gaman að vera með mörgum og helst að, þú veist, að vera að gefa ykkur pointers, sko, mér veist það langt skemmtilegast og bara líka þegar maður er að hjálpa einhverjum og maður sér hann, þú veist, hann er að læra eitthvað, það er ógustlega gaman líka, sko hann að, þú veist, og eins og með keppnina, þú veist, þó svo fólk fullt af fólki sem langar að prófa þetta en kannski gerir ekki eitthvað ég mæli með að prófa þetta og að prófa þetta í hvað 8 klukkutíma fyrir 10 skall ef ég man rétt, þá er klukkutíma gjaldið þetta 7 og 9 sko. Já, þú getur þá annarkvort prófa þetta í 8 klukkutíma fyrir 10 skall eða bara farið aldrei og borga aldrei eins og 7 og 9 klukkutíma það skiptir heldur engu máli hvort þú qualify, sorry, Milana greið fram í skiptir engu máli, skilja, ef við keyrum top 16 eða top 32 bracket, skilur, og þú ert að keyra í fyrst skipti í hermi
og það eru æfingar frá 8 morgunin til 6 áður en að qualifying byrja og getur verið allan daginn basically fyrir hennar 10 skall getur verið allan daginn að æfa þig og skiptir engum máli þú qualifya bara neðstur eða í 4. sæti eða þú veist, eða 1. skilur, það skiptir ekki máli ef þú ert að koma bara fyrir sætistíman skilur, þá ertu bara eins og keppni, ég hef alltaf sagt það að því eins og heima fyrir mig að keppa í alvörunni, ég veit að ég er ekki sá best í opnumfloknum eða í gödubíla eða hvernig sem það en ef ég tek þátt í keppni þá fæ ég keppnisæfinguna og ég fæ keppnina þannig ég fæ auka sætistíma á brautinni sem að hjálpa mér að læra frekar en ég myndi bara mæta á æfingar og ekki keppnina, þá er ég búin að minnka sætistíman en þarna getur skráði í keppnina hjá okkur mögulega nærðu bara ógeðslega góðum tökum á bílnum og nærðu bara vel og svo eru 4 keppnir og það þarf ekki nema bara einhverji mæta ekki á allar keppninar og þá ertu komin frekar ofalega í stigum sko. Já, líka eins og snertum með verðið og með tíma sko, veist, sem er GT Akademíuna, þetta er bara mínum mati nánast bara góðgerastarf sko. Þeir eru að loka staðinn í heila dag þeir geta verið miklu meiri tekjur úr þessum eina degi sko, bara með að leiða út bara verðmest eins og þeir gera dagstaglega en þeir eru að loka hann í heilan dag fyrir þetta mínum ákvæmandi lítla gjald bara til að reyna að fá fólk til að koma inn í þetta og bara efla í rauninni þetta bara sko, nú er ég búin að vera rosalega mikið í kringu GT Akademíuna og eins og ég til með að skilja Aron rétt og Henrik sem eiga þetta að þá eru þeir allir í að sinna mótorsporti út fyrir GT Akademíu þeir sjálfur báðir styrkja akstursíþróttin bæði á þann veg að Aron sinnir rosalega mikið af upptökum og svona í kringum motorsport og það ef þú ert að keppa í eitthvað svona sporti þá tekið vel á móti þarna niður frá ég veit strák sem að langar að keppa út í drifti og hann er bara með lykilagnars þú veist og svo líka við höfum verið að keyra reglulega á mánudum í drifti niður í akademíu eftir lokum bara og við borgum bara fast gjald fyrir æfingun og við ráðum bara hvað við erum lengi en við höfum verið með þessa fasta reglu að vera ekki lengur en 11 og þú veist 5.000 skall, það er engin peningur þú sér það, hann breysa svo og rýfur einu svona og fast í hana þá skemmur hana kannski og þá er þessi 5.000 skall bara dropi í hafið sko. Já, þetta er náttúrulega bara góðgerastarf í raun og veru bara til að efla akstursíþróttir ég sem sagt mér finnst það flott, skellur ég er búin að læra helling á þessu fullt af fólki búið að læra á þessu og mér finnst bara þeir vera að taka svo vel á móti öðrum að ég borga helmingin í AIH sko og gegn því að skildi þeirra færa sko. Þegar að AIH var skönnuð þá kostaði það ákveðin pening sko og þið sjáu skildi mitt og GT Akademíuna þar ég sem borgaði það sko og það var GT Akademíuna vissi ekki eins og naðið fyrir að ná að búið sko. Þannig að þetta var ekkert annað en það að mér fannst eins og við gætum ekki láti gera AIH í 12 og eina almennilega fyrirtæki á Íslandi sem að skilur að hægt að keyra því þú veist, mér fannst bara, þú veist, þetta er ekki AIH í 12 nema að standi GT Akademíuna það er alveg bara mjög cool sko Já, en eins og þú keyrir hann og þú sagst bara, já, hörðu, þessi hóla er á sama stað Já, það var lagt rosalega mikið í það að malbyggið í 12 yrði eins og það skilur þú veist, þar sem að vanta kannski aðeins í það þú veist, bara á alvöru brautinni það var lagt í það vantar í 12 líka og hólan fyrir stóru beina sem að öxulbrjóturinn, hann er þarna á sínum stað það er mjög alveg magna Svo þegar það verður fyllt í hóluna illa þá þarf að gera það sem ég sá svolítið í þessu og mér fannst það mjög sniðut var það, sko, það er náttúrulega dýrt að breyta svona braut það er ekkert, fólk stendur ekkert í röðum að fá borgað, endilega, jú, það eru sponsorar og alls konar í kringum AIH, en ég horfði svolítið á þetta ef það ætti að breyta þessi braut væri þú ekki betra að borga ykkur 50 skall í ykkur 12 fyrir að breytinni prófa hana þar áður nú fyrir að koma malbyggunarvélina og fara eitthvað fram á þér skilur núna eigum við grunninn til ef við viljum breyta einni beygju
þá bara hægt að beygja þennan gaurum og breyta þessari beygju og hægt að prófa í tölvunni og svo bara hægt að fara með malbyggjuna vélarnar upp yfir þegar allir undir sáttir sko. Það fannst mér mjög snið hugmynd sko. Já, gera bara kopja af brautinni með þessa breytingu og pröfa það. Já, bara lengdu stóru beygina. Eins og ég er búin að vera stinga upp á við mann og annan er að mér langar að breyta sko stóru beginni út fyrir þegar þú kemur beinakablan fer í gömlu stóru begina og tekur vinkilbegi til hægri. Ég er búin að stinga upp á því að stækka malbyggja aðeins lengra út þar þannig að hraðinn sem þú nærð fram hjá pittinum í gömlu stóru begina þú getur haldið honum áfram alla skálina sko, alla hringin og svo væri ég jafnvel sniðugt að ná að tengja sko aftur inn á beinakablan þannig að þú getur komið sko startkablan í fram í pittinum í gegnum stóru beiguna, haldið saman hraða alla hringin og komið aftur inn á beinakablan sko. Það er eitthvað sem ég er búin að stinga upp á sko, og var rosalega gaman að sjá og ég, maður er kannski gaman að prófa það í tölvunni í layoutinu sko, áður en að ráðist eitthvað meira á eitthvað sko. Ekki það, ég kem svo sem ekki neitt nálægt AIH, ég bara hef áhuga á drifti og mikið kringu á Íslandi þannig að AIH er svona aðgengilegsta brautin allavega. Já, þetta er líka bara þú veist fólk sem er búið að vera með okkur í drifti núna í svolítið tíma er mikið hann inn í þessu skilur en eins og ég segi alla breytingar á þeirri braut verða eiga bara við öll félögin það getur ekki verið bara fyrir drifti eða bara fyrir þetta það bara spila saman sko. En það er alveg sniðu punktur hjá þér einmitt að það sé hægt að byrja því að breyta í tölvu áður en að það sé farið í framkvæmdir sko. Miklu ódýrar að stróka út í tölvunni heldur stróka út frá sko. Það var kannski ekki snið og malbygg einhverju beigir sem að einhver fyrst spennandi skil. Akkurat, það er alveg sniðut. En mér fannst ég meta brautina betur eftir að ég sá hann í tölvunni. Af því að maður mætir hann og maður svona, maður er svo vanur þessu bara, þetta er allt svona gamalt og eðlilegt, þetta er ekkert mikið peningur í þessu. En svo keyrir maður til tölvu og svona og hugsa bara, þetta er geggjað. Það er svo mikið svona grassroots svona feelingur sem maður keyrir svona Ebisu eða eitthvað í Japan í tölvunni. Það er þetta svona gamaldags svona, þetta er sami feelingur og þetta er töff og ég veit ekki, maður horfir þetta aðeins öðruvísi núna. Öðruvísi ljósi eins og maður segir. Við erum alveg búin að fá frægan gauringa heim og keyra þessa braut. Hann sagði, hún er kannski svolítið lítil en shit, hvað hún er erfið. Já, hún er nefnilega, hún er teknikal sko. Já. Var þetta ekki hana Chris Forsberg eða eitthvað? Jú. Já, ég var þarna þegar hann kom. Þetta er nefnilega alveg teknikal braut sko. En mér veist, maður finnur ekki almennilega fyrir droppinu eftir skálina í tölvunni sko. Nei. Það er höggið í stólinn sko. Það er bara, þú veit að láta eitthvað vera bara með sleggju fyrir afstæði þegar þú keyrir þetta næst bara akkurat þegar ég fyrir droppið hamraðu það aftan í stólinn Það er samt þegar maður keyrir maður finnast í stýrinu að það er svaka dropp og finnur það sko en það er örugglega ekkert í líkingu við að fá kinkin þegar það niður Það er sko fyrsta skiptið þegar ég var að fara þessa beygju Keli var með mér í bílnum og hann sagði bara þú veist, kóttu bara skálina fara svo til vinstri og hann sagði, verður bara komið með afturdekkin út af þegar þú ferð í droppið þess að í öfuga átt og ég bara bíllinn alveg á hægri hliðinni kasta honum í vinstri og hann var einhvern veginn að því að þú ert að fara í droppið á sama tíma og ert að snúa þá bara svona flýgur yfir á hinar hliðina sko. Já, en einhvern veginn lendir maður þetta alltaf, það er alveg saman hvað maður keyrir, ég hef búin að prófa marga bíla þetta grípur þig alltaf þú heldur að þetta skvetti er einhvern veginn þegar þú ert komið niður droppið en fáralegt að þetta bara virkar sko. Ég held samt eins og þú segir, þú finnur ekki fyrir þetta í tölvunni, þetta er bara með allt í hermi eins og með Nürburgring þegar ég fann þar, því ég er búin að keyra súperið ótalsunum í tölvu og hermi fórum hann núna í sumar og keyrðum brautina og maður svona viss alveg hvað var að koma næst beigjur og svona, það sem kom mest óvart var hæðamunurinn sko. Elevation sko, það er bara, þú finnur það ekki í tölvu og það er bara rísa elevation change þarna sko, sem að kom mann óvart bara, þannig ég held að sé bara með alla brautir í hermi En þú varst að klára með Kela, við gripum fram í með að hann var með mér í bílnum Já, með droppið að ég var alltaf að stýra á móti þessu skilur þegar ég var að fara hann niður og þá var ég að snúa sko. En það var hann einmitt líka þetta var bara þegar ég var að byrja hann bara taktu þessa beygju, kasta honum yfir slepptu bara stýrinu þannig að ég kem hana, sleppi stýrinu
svo finnum maður bara fyringin í maganum, maður finnir í brekkuna og svo bara grípur bílinn og bara inn í næstu beygju og það er einhvern veginn, það er eins og hólan á brautinni, grípi bílinn og setja hann bara upp í næstu beygju. Já. Og nema þegar ég fór hann í, hvað var það, nóvember, þá var búið að vera svolítið mikið frost. Já. Og það þýtti svo mikið hóla, þá var svona svolítið sleift og búin að safna smá klaki. Þannig að við vorum eitthvað að prófa bílinn og ég fór hana og ég gerði þetta alveg eins nema þá kom ég bara niður á klaka og ég bara snýrist eitthvað. Finnur hvað helvins Það virkar ekkert í klaka sko, ekki neitt sko. En þú ert sem sagt rosalega mikið að forskorrekta bílinn, þú ert ekki að leiða honum að stýra. Já, ég var það sko. Þú varst líka í tölvunni eða ekki? Jú, núna. Að því að sko. Er þetta bara í óöruggu umhverfi þá einhvern svona? Já, þetta var bara, þú veist, ég var að keyra og Keli var að horfa á mig. Og hann var bara, akkur er bíliðin að haga sér svona? Ég bara veit það. Og hann kom með mér hring og hann bara, hættu að halda svona mikið í stýri. Ég eitthvað, já, þú veist, hann bara, já, hann fer á hliðina eins og vilt að hann fara og sleppir í. Og ég bara eitthvað, ok, þú veist, teki hann bara svona, og hann fer á hlið og ég bara sleppi. Og svo bara teki aðeins í það, sníði, og hann kastar sér og hinn á hliðina. Og ég var svo mikið af forsan, skilur einhvern veginn. Sama í tölvunni. Já, og ég var að gera það núna í tölvunni af því að þá var ég ekki vanur, þú veist, af því ég fann ekki feedbacki frá bílnum. Já. Og en ég lærði það var eiginlega bara Kela að þakka af því að hann var líkuð í svona kennarinn með prikið, þú veist, þegar hann var líkuð að slá mig í hendurnar, hann myndi bara sleppa stýrinu, sko. Og og það var ekki fyrir en, sko, við svissum og hann fór í bílstjórasæti. Hann þurfti að setja púða bak við hann myndi ná niður. Ég er búin að keyra bílinn hans Jón Þórs, þú vart ekki að kenna mér nýtt um það að taka topptúlverk, sett klæði, peysu og setja í sæti. Þetta var svolítið svipað. En það var ekki fyrir að hann keyrði og bara horfðu á hvað ég er að gera allan tíman. Og ég bara horfði á hann bara, sleppa og ég var bara, ok, ég er að forstýra bílnum allt svo mikið. Og var ekki fyrir að ég lærði það. Fyrir að kennarinn var búin að taka reglustyrkun á þig. Ándjóks. Það er svolítið þannig. Þetta er nefnilega svolítið þannig að þeim meira sem berst í bílinn, þeim meira lemur hann tilbaka, sko. Algjörlega, maður verður svolítið að leyfa bílnum að gera það sem hann vil gera, sko. Já. Þetta er svo skítið með þessum hermi, þetta er eins og, þú sást mig keyra, þegar ég tók hann að ringa Nürburgring og nú varst að horfa á það. Já. Þá er þetta allt öðruvísi þar, þetta er svona kappastur. Já, með mikilvægna rotation. Nei, bara þarna þarftu að berjast í bílinn. Já, þú mátt ekki, þú verður að stýra mótið þess að halda um beinum, sko. Já, ég hef alveg keyrt líka mikið svona svona time attack, sko. Þetta er alltaf öðruvísi, sko. Þetta er, sko, fyrir hermidrift, það er rosalega gott að hita upp einn góðar hring á Nürburg, af því að þá ertu svo tengdur, skilur, og þú er bara tilbúin. Svo fer að sleppa stýrina aðeins og sleppa það aðeins meira, sko. Þetta er góð upphitun fyrir drift, er að taka einn hressilega hring bara í hringakstri, sko, áður nú byrja. Já, líka ef þú ert, sko, eins og hann að mér á afturinn bíl, þá ertu bara, sko, sérstaklega í hæðirnar á Nürburgring, sko, þá missist þú léttilega grip, það verður svo snöggur að bregðast við. Þú ert ekki bara svona. En þú mátt ekki bregðast of mikið. Nei, ég er að segja það, þú verður bara, þú verður að finna punktinn, þannig akkurat á milli. Já, og ef þú ert aðeins að snemma, þá bara ferði það ekki inn. Þú ert líka á, sko, þú ert líka á langliðina í yfir 200 bara megna hringnum, sko. Já, ég sé búin að palla þegar ég stegi út úr þessu, hvað? Ég bara, þú ert góður í drifti, ég er kannski í góð þessu. Ég fann loksis einhverju og betur úr. Nei, þetta er bara, ef maður er ekkert í þessu, þá er maður ekkert í þessu, skilur, þetta er bara einfalt. Ef maður er ekkert vanur einhverju, það er mikið ekki svona. Þú veist, ég fíla þetta allt saman, sko. Rallycross í hermi, geggjað. Það er örgulega gett, ég prófa það. Sérstaklega þú velur bíla sem hefur bara alls ekkert að vera í því. Já, líka, þú er bara í Dirt Rally 2 eða eitthvað, svona rally, og nærðu að keyra klárbrautina án þess að keyra á tré. Þá er það bara eða velta yfir skurð Já, það er bara, þetta er erfiðast sem til sko, að keyra í þessum leik í hermi, með ektastýri og ekki velta, það er bara crazy, sko. Talandi um rally, þá búið að teikna djúpavatni í tölvu líka. Fyrir þá sem hafa áhuga á rally, þá sá ég nú eitthvað um það er að keyra mjög fræga rallyleið á Íslandi í hermi. Já, ég fyrir að prófa líka, þetta er geggjað, sko, þetta er mjög næs.
Ok, Líka, Veistu tíma, en ég fór nefnilega um daginn Nei, ég kláraði ekki, við vorum að- vera saman. Já, nei Mílan tók Nei, þá nei, klukkutíma og Klukkutíma, ég var 30 mínútur frá skúrnum mínum í skúri Grindavík. Nei, ég byrjaði svo vorum við að taka upp og ég bara, Nei, þetta er bara geggja, þú veist, þetta er góð þróun, sko. Mhm. Þetta er bara Ég fíla það. æfingu svo hver önnur, sko. líka það er miklu þetta er alveg ódýrasta og léttasta leið til þess að gera mistök og læra á því, Já, það er málið það þú gerir ósjálfráður hlutir eins og þau komin á þarna æfuru hluti sem mútur ekki láta þetta í huga að gera út á göttuskilur tímur að pröfa hvað og það, Já, já, það er þegar þú ert að sækja einhvern bíl í 12-leik þú veist, þú missir aðeins af þeim sem þú ert að elta þarftar að reyna að ná honum þá gerur eitthvað astnalegt skiluru stundum bara virkar það ekki en þú ert ekkert að fara að gera það á bílnum þínum skiluru nei, best að fæta þá bara reset og búið skilur já, það er nefnilega það sem að þú lærir svolítið á því með að prófa þig áfram sko. já, þetta er eitthvað bara þessi geggju þróun að þessi komin þessa brautur inn í þessa leiki og getur fólk pröfað og svona og eins og þegar ég kerði AH-brautin að upp GT ég fór að strax að skoða einhverjum bíðan að Já, svoleiðis já, þessi náttúrulega ég hef bara átt einu svona tækin sem ég átt, þetta er allt framdrifið af fylgvöldrifið skiljur sem ég átt sko, þess að bílið minn er 400 hestur hann er bara framdrifið sko en sem er gaman, en maður langar að pröfa hitt maður er alltaf langar að pröfa hitt líka sko Ertu búin að setja ruslatunarlokk undir áttækina? já, Ertu búin að þið? já, ekki þessum bíl Settu vídeo inn annars gerist það ekki Þetta er hérna það var reyndar að Þetta geta voru ekki aðeins vindurbítar sko Já, nei, núna ég veitur loksins að eignaði síðan að bensin, fyrst skipti sem ég á beinskiptan að ég átti station bensin sem var kert á Já, sjálfskiptina sem, sko, sjálfskipti bensin geggjaður, slegklass hann stýrir svo mikið, hann er bara með angle kit bara strax, basically, já, en hann var alltaf að gýra upp, ég var alltaf að keira niður Já. á skiptinginu, það virkaði ekki læsti sér ekki þreipánum nei, hann vildi alltaf, leiðið hann fór í útslag þá bara fór hann í næstu gýr, sem var lélegt en þessi beinskiptur, þetta er miklu léttara en ég bjóst við finnst mér, það er alltaf allt eru þessi snjó og malbyggi, sko Já, en ég meina þetta eru svipaðar hreyfingar Þú sér Svipaðar það hreyfingar. heimsmeistararnir eru sem eru að keppi þessu bara út í heimi sko. þeir keira á ís mest allar vetur sko. já, ég bara tók hringdorki og á húsum mitt bara þegar það var snjórum daginn og það er bara, Janna gýr, rétt frá hann beigina inn í hringdorkið, bara gefa í til hæri fá hann hlið, svo bara upp í hinn áttuna þetta er ekki mál Akkurat Það væri nú munur ef við varum jafn heppin og norðmennir að geta verið bara með braut á ís bara allan veturinn Já, Já, það er cool sko Það er opið allar helgar föstudag, laugardags og sunnudagi það er bara tilbúin braut bara á klaka Já, það er alltaf á Íslandi, við erum ekki með vetur að sumar, við erum með haust og vor Já, við erum korgið með sumar og korgið með vetur já og það er bara við minni hlutahópur sem höfum áhuga á kappakstri og því sem að mengar já, en er eitthvað stórt vatn til dæmis á Íslandi sem er nógu þykkur klaki nógu lengi yfir veturinn að maður gæti örugglega keyrt Já, ég farið á bíl út og nokkuð öll sko. En þú myndir aldrei gera það nema að vera vel skipulagt vel gerðanlegt sko. já, Þetta er ég þarf að setja bensin í veg þar Já, bara, Það er náttúrulega bara, þú veist, þegar það er svona lítill hópur sem að er í þessu þá er enginn sem er að leggja vinnu í það það þarf bara 5-6 manns til þess að hafa áhuga og byrja á hugmyndinu til þess að það geti orðið úr ykkur var ekki einu sinni keyrt æhábrautin yfir veturinn í snjó Jú, sem var boðið upp á það Jú, þó það hefði líka alveg örglega verið í bóði núna sko. En við erum bara ekki búin að fá neitt hann sé vetur nei, ekki nógu góðan snjó Nei, þetta er alltaf en svona patchy þetta snjó þyrfti í raun og vera að vera og þetta er líka svona, það er ekki hægt að skipulega geta við getum skipulagt þetta í þar næstu viku og það getur bara verið við getum bara þurft að vera að bera okkur sólóðut þá skilur já, en svo getum við skipulagt í næstu viku og þá greinir regning skilur En við þurfum líka, þetta þyrfti náttúrulega svona snjó þannig að, þú veist, hann má ekki vera á þurr af því að þá náttúrulega bara fíkur hann af brautinni en hann má ekki vera á þykkur en allir festist bara endalaust, þetta þarf svona að þjappast vel og svo er þetta að keyra einu svona haldi svona brautadagur hana í snjó sem var búin að vera lengi svo bara kom vel breytt við fjallaeppi og hann náði 20 metru lengri hlið hann gafst upp, hann komst ekki lengra þannig að það hefði bara þetta riðja sko áður það er rauninni að snjóa svona 10 cm
og svo frista Já. og halda sér frosið. Þetta Það er eina leiðin. Eina leiðin er í raun og veru bara að vera heiftalega tilbúin að mæta Strax. bara á einhverju föstum tímum og þú veist og ef við lefið þá er bara mætt sko. Þetta er, þú veist, þetta er eitthvað sem að heild þyrft að koma saman til að gera. Já. Þú veist, það er ekki nóg eitt sem hugsa þetta og kannski margir að hugsa þetta, enginn að gera henni tíu. Nei. Algjörlega. Ég held svona upp á KK, þegar ég var að sjá drifti hjá Kvartmjöluklubnum, þá heldur við svona leikdagar í snjó sko. Og en það náttúrulega má ekki vera naglat ekki með svona. Nei. Þannig að þú verður eiginlega bara að velja dekk bara í þetta skilur. Og neglið þetta ekki bara. Já. Það er flókið. Þú bara sleppa stýristjakkum úr 46 tómunni. Nákvæmlega. Ég mæli með því, það var ekki gaman. Herra, áður við tökum í svona spurningar sem við spyrjum alla sem koma til okkar. Já. Þá fengum við innsenda spurningu bara live í það sem við erum að tala um. Og spurningu sal. Bara 1 eða 4. Ein spurning. Bara 1? Ein spurning. Jæja. Sem að bara kom sko þetta var ekki bara Norvel sko, þetta kom sent annars staðar frá. Sem var, hvenær ætlar að hætta að drifta á togara og smíða þér keppnishæfan driftbíl? Það er mjög einfalt að svara þessu. Þegar ég fyrir að keppa. Já. En þangað til að þá ætla ég bara að hafa gaman á mínum fristi tór. Já, mér finnst alltaf betra í hermi að spóla á langum bíl. Langt á milli hjóla, mér finnst það miklu þægilega. Við erum að tala um alvöru núna. Já, en þú veist, ansleitar eru líka í hinu, sko. Þeir sem þekkja mig vel, þeir vita það, eins og ég sagði líka voru gláðan, ég myndi ekkert slá hendina á móti einum RTR, sko. Þar eru við ekkert að tala um einhverja anoraxíu píu, sko. Þar eru við bara að tala um flikki. Já, það er bara bátur. Já, og þú veist, af hverju er minn þungi bíl eitthvað slæmi bíl, skilur, ef að það virkar. Ég held að það sé bara allt bara öðruvísi, þú veist, hann er lengri að færa, þú veist, að transitiona. Það er kannski léttar að halda því, þegar hann er lengri. Já. Mér finnst það að hann yfir það ekki. Það er svolítið Ég hata að drifta á stuttum, eða stuttum myndi hjóla. Ég elska að drifta á hverju sem er, sko. Ég er búin að kera marga bíla og margir búin að segja mér, alveg umöluður og prófa hann bara og þú veist, hann spóla ekki þriðja eða eitthvað svona, bara ekkert mál, þú veist. Challenge finnst mér eiginlega skemmtilegra heldur en Já, ég er alltaf bara blöðið sig að fjárdeila fyrir það. Ég elskar bara langt. Já, og líka það ef ég verð eitthvað þreyttur á minni feitu belju þá fer ég bara heim og sækja heim bílum. Þú getur sagt þá að hann sé keppnishæfi bílinn. Já, en það er búið að reyna íta manneskjörnum sem á hann út í það að keppa. Já, gengur ekkert? Nei. Það því að Jökull vill ekki skrá hana fyrir mig þannig. Þú verður að búlja hana meira. Já. Þetta er náttúrulega komið núna út í kosmósin. Já, það er búið að ræða þetta á heimilinu sko. Er þetta ekki komið í eitthvað svona rafræn skilríki sem þú getur bara sendt í síman hennar þegar hún er í sturtu eða eitthvað? Ég hefði bara haldið að maðurinn sem sér þetta getur bara bættinu nafn og eitt lista og hann er eitthvað, já, hún var að borga keppnisköldi, ég sá ég að láta að fá peninga eða legginu þau, er það allt hérna voruð kontumál? Það er svo fyndið sko að þessi sem hlusta á samtölun sem verða á heimili á milli fólks. Það eru ekki svona hjá flestum. Það vita allir í kringum mig að þessi bíl var keyptur til þess að keppa á hann. Já. Hún verður bara að fara að keppa. Já. Við hvetjum hana til að fara að keppa. Ef hún er ekki að hlusta á það eða að hlusta á það, skiptir ekki máli, við hvetjum hana til að fara að keppa. Ef að ræða þetta almennilega, ég hvet bara alla karlmenn sem eiga konu sem hafa einhvern áhuga á bíl til þess að gera bara eitt bikar mótið það og það verður bara bannað karlmennum að keppa. Það verður bara kvenmenn. Það verður bara eina almennileg keppni fyrir kvenmenn þess að þær geta bara fengið að vera í frið og keppa okkur aðra sko. Það er bara, þú veist, þetta var í rallycrossi áður fyrir. Ef það er nóg mætingu, þá er akkurat ekki þetta, þú veist, akkurat þetta ekki verið hægt. Þetta er alveg hægt, ef það er nóg mætingu. Já, ég meina. Hvaða stelpur eru búin að vera að drifta hérna? Það var Anna, konun hans Arnórs, eða ekki? Já. Hún var á okkurum hérna, hvað var hún, Lexus, eða ekki? Eitthvað svo leys. Ég er ekki klára. Var ekki Telma líka? Já, kannski Telma sem var Lexus, ég man ekki. Já, Telma var að gráum Lexus. Já. Ég man ekki hvað Anna, hvort að hún kannski bara BMF. Hún er Lexus. Líka? Og að líkjumóli mertur Lexus. Það er Telma. Nei, ég segi Anna hérna, konunars Arnórs. Hún var, ég held hún hafi verið A46. Ef ég er ekki farið með rátt mál. Man það ekki. Það er bara rosa lítið það, en
ég held að séu nú fleiri sem hafa gaman að þessu. Ég held að við myndum svona að hafa miklu meira gaman að þessu. Já, það er Verða örugglega að skipta með ykkur að stýri sem daginn að vera byrtir allan daginn. Já, nei. Fleiri hlaupara og... Nei, Já, herri, Heldur ekki þetta verður flott. keilubudgeti bara þrúður rúfja já. Nei, nú vil ég ekki fara að keira og við meðum ekki segja svona. En nú, nei, þarna það bara svona prove us wrong, skilur. Já, true. Já, ég held að þetta sé meira bara, þú veist, þetta er alltaf gaman. Sko. Já, þetta er alltaf gaman, sko. Þetta er alltaf gaman. Sko. Herri, ertu tilbúin í smá spurningalista? Svona semi-hraðaspurningar. Já. Þetta er eitthvað eftir mér að það? Þetta eru hraðaspurningar en samt Var ég Ekki alveg að hrað. svara það? þú verður Þú verður bara að svara hreinskilið. Hreinskili, ég ætla að Hreinskilið vona að ég sé ekki og búin að vera eitthvað annað en það hérna einhvern. Nei. Þetta er svona röskarspurningar svona. Já, Pínu. Herri, alrighty. Nýju bílar eða 90s? 90s. Ég held ég eigi sko 14 bíla og bara sko 80% staðum eru bara, þú getur séð í gegnum gólfa þegar þú eru gamlir sko. Elskum Ísland. Beinskipt eða sjálfskipt? Beinskipt. Ef þú myndir skipta sko, já, ef þú myndir skipta motorsport, hætta að vera í driftinu, hvaða annað motorsport myndir fara í? Já. Ef ég myndi fara eitthvað annað mótorsport til Ef þú þyrftir að skipta motorsport. Já. Bara tógar hann í burtu? rally, glimtu þessu rally. Já. Já, Rally. já, allan daginn. BMW eða Benz? Er þetta ekki svolítið erfitt að svara þessu? Ég tók BMW með langri Benz. Þú með Benz. Björn, Katt og Benz. Hanna, long chins, maður. Let's go. Full rafmagnsbíl eða hybrid? Strætó. Strætó. Loksins rétt að svara. Herru, sko, ég er bacon, ekki vegan. Nei. Allir sem eru búin að mæti Nei, ég hef Þetta er svarið sem við viljum fá. ég hef aldrei hrifin hans. Aldrei. Þetta er svarið sem ég vil sjá. Hvað er gert? Hvort myndirðu alltaf þurfa að fara í strætó eða alltaf þurfa að fá far með einhverjum aftur? Þú mættir sérst ekki keira aftur, þyrfti bara annarkvort að nota strætó eða þyrftir alltaf að ringi einhvern og fá far. Kanski ég vinn nú í strætó á og til þá held ég láti bara skvilla mér. Já. Já, fá far. Já. Ef þú mættir eiga hvaða bíl sem er, hvaða bíl myndirðu velja? Úff. Bara money no object bara. Bara einhver einn? Byrjaði í Impressum GT og já þannig. Já. Svo longaði mér í stjáta og já þannig. Svo longaði mér í 4016 og mér hitt á Motorola og já þannig. Þannig að næsta skrif er bara það sem er fjarskilt, það er bara Koenigsegg. Okay. Það var sko, áður en ég vissi það hvað Koenigsegg kostaði, þá longaði mér þannig og svo þegar ég sá verð með það og hugsaði með mér, já, kannski gott að láta sig bara dreyma. Einhver specific Koenigsegg eða? Hæ? Einhver specific Koenigsegg? Eða bara Nei, einhver mér finnst það bara allir, þú veist, það er bara eitthvað við grunnina sem mér finnst flott, sko. Þetta er allt ekki að bíla maður. Þetta er einmitt svona money no object bíl. bara. Þetta er þannig, sko, það er líka bara svo margt við bara allir típutana sem að gera þetta bara að geggjum bíl, sko. Hver er eftirminnilegasta bílaminning þín á Íslandi? Á Íslandi eftir Fast and the Furious, Live to Cruise Bio. Já, það var reyndarlega, það var helviti cool. Langflottasta bílasamkomu sem ég kom á. Já. Þú veist, það voru allir pumpaðir og koma allir út af þessu nýr og granda og þú veist, og bílar raðaðir allar hringin. Þetta var enn í Laugarásbygðu ekki? Jú, þetta var alltaf þar. Já. Fyrir hvaða mynd var það? Fyrir hvort-myndina? Það var bara snemm, þetta byrjaði bara. Fyrst það er Þetta voru alveg nokkru sinnum. Þetta var eiginlega alltaf, veldi. Þetta var, Nú, ok. þetta var alveg cool sko. Þetta var ógeðslega. Laugarásbygðu, náttúrulega, já, þú veist, engaríki bíó og þetta var bara svona sérsýning bara fyrir meðlimi eða þú veist, Jú, eitthvað svoleiðis. þetta var sko Live to Cruise, Palli sem að sáum það. Já, Palli Skúbi. Hann barðist svolítið fyrir þessu skildist með að fá þessar sýningar. Þetta voru bara Live to Cruise sérsýningar. Þetta var alveg sniðið dæmi. Hljómar töf, sko. Þetta var bara, þú veist, þú gast farið þarna fyrir utan og skoða bíla á meðan við vorum í bíó, svo fórum við á bíla sem komu þegar það var búið og þá komu miklu fleiri bílar. Ok, Það var bara miklu meiri svona, þú veist, stemning og það var líka, það er eiginlega síðasta góða minningin af bíla sem komu á Íslandi. Ég held, hefðu komist ekki á hittingana okkar. Nei, þið eru bara með einhverja bónaða bíla og lága eitthvað að skoða á. Þarna var bara verið að taka á því almennilega. Já, sæl. Við erum að tala um að þar voru ekki búið að pakka bílaplanið af bílum.
þar pössuðu menn sig að vera ekki fyrir sko. Já, þá búið að raða hringin í kringum allt planið og þá var að passa að það væri bara gott plássin í miðjuplaninu. Ég man samt þegar það var endursýnt bara fyrsta myndina eða einhvern tímann já, og ég held að þú kommentaðir einhver sem einhver kommentaði bara, þetta var Smára bíó hætti? Nei, þetta var Egilsvöll. Já, bara háan vetur. Já, bara háan vetur og allir bara sorry, en þetta hefði þurft að gera með aðeins betra skipulagi. Ég sendi á sko, bíó, þetta bara herri fyrir ekki bara þetta átti að vera sumarið. Ég fór á þessa sýningu, mér líður þess að ég hafa hort á þessa mynd í fyrsta skipti þeirri. Já, ég var að endur upplega þessa mynd bara alveg kegn. Ég er búin að horfa á hana margóft, en þarna var ég að horfa á hana bara, endur upplega hana bara almennilega. En þú veist, þarna hefði bara þetta átt að vera sumarið. Þetta er bara eitthvað sem að þetta er bara eitthvað sem að bíla þetta er bara eitthvað sem að eins og Live to Cruise gerði. Þetta þarf bara eitthvað að taka þetta að sér sko. Það er ekkert mál að finna einhvern gaur sem á. Ég held að huguraliði myndi mæta bara að þetta væri sýndu sumrið þegar allir eru á númerum Ég get örugglega hóa eitt sem að er tengdur inn í bíó á bara bíó og væri örugglega þetta allavega að prófa að spyrja sko. Bara alls ekki í júlí, þá verði ég ekki á vandri. Góttu bara færið þessu hugmynd Norvel, kliftið þetta út. Nei, færið þessu hugmynd yfir á Norvel og það verður bara Lóis. Já, þetta væri geðveikt. Við þurfum bara að græða það. Já. Bara bannaði í júlí, þá verði ég ekki hér. Það er bara undir þér komið að hætta við þar sem þú ætlar að gera í júlí. Nei, en þetta væri sann sniðuð. Maður líka búin að hugsa þú veist bílabíó skilur. Við vorum búin að það var eitthvað pælinga því að nú eru skjáar bara orðni svo. Það er til bílabíó í Íslandi. Það er til. Það væri cool að finna bara eitthvað, vera með eitthvað stað, setja þetta upp. Það eru svo auðvelt einhvern stað. FM senda þetta allt í útvarpinu. Það er til bílabíó heima sem er nákvæmlega þannig, þetta er tilbúð sko. Það þarf bara einhver að ringi í gaurin sem á þetta og spyrja hvort það sé þetta leið sko. Ég held að væri svona líka að hafa þetta bara einhvers stað mjög nálægt 17. júní á Akureyri og með risastórt bílaplan út með hittin sem er aðeins ofar þar plantaru bíónu og getur bara raða bílum á þetta plan. Það er endur alveg góð punktur. Á bíladögum í bílabíó og horffestum fyrir þess. Ég hugsa að þetta geti endurlega eitthvað. Svo opna spólsvæðið leið og myndinu búið. Það væri þetta crazy. Já, segðu mér að þetta sé ekki að vera virka. Þetta er alveg taka 180 beigur eins og það er eitthvað spoiler kit af gólf og miðju rekan í bakkir beigibótt og bara láta hann hafa við getum ekki keipt þessa plastbakka á Temu og haft þá bara með það verður bara plast og við getum keipt 2 bakka hérna. Já, þú eru fyrstur allir beinskitni eða framhjóladrifnu bílarni maður við verðum bara með bakka það er bara 2 skall, þú færi 2 bakka. Ég keiri bara landbúna að tækið með stjörnuna á hútinu og norður bara við það. Bara virkar. En margar hugmyndir eru til, það var bara einhver að láta vera það. Já, það er fullt af hugmyndum. Það þarf að útfæra þær. En talandi útrúkýttaðan golf, hvernig ætlar þú, Norvel, þú ert aðal golfsnáðinn, hvernig ætlar þú að mæta á 2000 spec? Svo 6-spec golf. 6-spec. Já, 6-spec golf. Með sko húti þarf að opna svona eins og nýta spík. Crazy guys. Það var komin að gullgólf áður við vitum að sko. Já, neon í skottinu. Ef við ekki bara byrja að fá hann á driftbíl. Jú, það var byrjum á því. Við getum verið með afslutur golf. Já, algjörlega. Herðu, höldum áfram. Hvaða vegur á Íslandi eru upp á þessu vegurinn til að keyra? Bara fyrir good feeling og flott útsýni. Mér finnst gaman að keyra til Akureyrar sko. En ekki lengur einhvern veginn. Nei. Þú veist, vegirinn eru svo leiðilegir og þú veist En þú getur sagt bara einhvern ákveðin kabla sko eins og þegar ég keyri á Akureyri mér finnst alltaf skemmtilegast kablinn þegar maður er alveg að vera komin þegar maður sé sundlaugina Öxnadalurinn. Já. Þú ert að tala um Öxnadal. Ég myndi ekki hvað það heit sko. Þú tengir það frekar við það að þú ert búin að keyra ógeðslega lengi og þú veist þú ert að vera að koma. Það getur verið. Það er ástæðið fyrst gott að keyra það. Ég getur alveg verið. Ég skemmtilegast kablinn er þegar ég held að sé að keyra á leiðin norður út að lenda er það á milli Blöndu og Varmalíð, ég man það ekki það er lítið sveitabær niðri og þetta keyra alveg meðfram fjallið svo tekur þú beiguna og upp risa brekkuna þú kemur svo zigzag svo keyrir upp brekkuna Húnaversbrekkun þetta er eftir Blöndu áður nú kemur á í Varmalíð það kemur svo zigzag geggjað kabli svo bara
Já, Hröppi og bara þegar bara ég- hægri og bara upp þegar ég horfi á þetta siksa geggjað, sko. þá bara get ég ekki verið á minni akrin nema að sé að koma bíl á móti mér sko. Maður er alltaf að skera þessa beig Já, maður fyrir niður í þriðja og þetta er bara geggjað gaman, sko. Já, ég er búin að fara á bílata á hverju ári síðan 2009 sko. Þetta er bara partur á árunum mínu og ég myndi ekki Já, að gera þetta Nei. Þetta er bara geggjað. En ef þú segir að þið finnst ekki lengur einhvern veginn gaman að keira ánga, ertu þá með einhvern annan stað sem þú myndir setja frekarinn inn? Nei, Það er bara að keira nei, þú veist, mér finnst ennþá fínt að kera þetta en það bara, skilur, maður nýtur þess ekki eins mikið og maður gera áður fyrir Nei. þetta, því að það er alltaf verið að finna upp einhverja nýja leið til þess að búa til eitthvað sem er lungu búið að finna upp það er þetta malbygg hann á Akkurat. Ég bara hata að horfa á brýnar. Maður stingur bara í hjarta þegar maður sér þess að stifta brýs. Alltaf bara í miðina. Það brýtur þetta bara helguna. Já, Ef þú þyrftir að lýsa þér sem bíl, hvaða bíl og bílategund væru? þetta er erfitt Það bíl og bílategund þegar ég er því Bara svona, við erum alltaf... Þetta er alveg blanko, sko Ég veit ekki hvernig ég ætti að stýra þið, sko Það væri þá Já, ég veit það ekki Ekkert sem var ekkert sem poppaði upp hjá þér þegar ég Ekki sagði neitt, spurningum. það er nefnilega það sem að þú veist, það er ekki neitt Þú veist, það kom ekki eins og bara Run og Clio eða eitthvað svona rugl upp í hausuna þér. Nei, ekki einu sinni smá Nei. Milan, hvað myndið þú segja að hann væri? Sko, þú keiriðir baka mig hérna framjá ennleitt Hafnarfirði. Já. Ég var á skótunni. Já. Og þessi vissi þetta væri þú, sko. Hugsa bara, þetta er bara hann, sko. Þessi Eskalít. Eskilit, Hann er drullu töff. platnum Hann lúkar, sko. Þetta er bara yfirbúið pick-up kallin Já. Má draga helling og nóplásinn í honum Já. Þannig að þú þetta er ekki meira brós Ég finnst þetta að passa við þig. Sko, ef að ég ætti að segja hvernig bíl mér myndi finnast þú vera þá myndi ég segja að vera svona Hayabusa svappaður smart Já, svona lítill ég, og ert lítill en afkastar einhvern veginn fullt af dóti og ert svona, þú veist, í öllu einhvern veginn og virkar Já. bara sko í algjöru Bara botni. lítill og snar. Já, þú veist, að því að sko það sem ég hef kynst á Atla að Atli virkar í bara bullandi útslætti alltaf, skilur við þannig að þú veist, ég stoppa samt alltaf í þess að 2 sekúndur áður en ég hleypa á stað og ákveð hvað ég ætla að gera og svo hleypjast já, það er bara með að þú ert að koma Hayabusunni í gír, Það er skilur bara þegar ég ákveða hvað verkfæri ég ætla að nota sko. Það er bara Það er bara gammalt vöku á blöðkóplingunni. ég var búin að sjá fyrir mér sko, sportbíl sem að væri ekki ómikil sportbíl með bara öfluga vel sko. Já, Ég er kannski ekki sammálaði með Hayabusunni smart sko. Ég var með Eskalít, þú varst með Hayabusu í Hayabusu. það er svona já, en það er bara, það er sko þú náttúrulega getur, þér kannski finnst eitthvað annað þó mér, þetta er svona Ég var bara að svara spurningunum þinna því að nú varstu búin að mála meiri mynd af spurningunum þinni þannig að ég var að reyna að vera með því og gefa þér svarið hvað er spórbíl? Ég er ekki klár á því en við erum einhverstað mjög milli þess að vera E39 skilur M5 hvort sem það er M5 eða ekki skilur bara E39 sportbíl svona aðeins meiri sig heldur en skilur supercar og með hressilega vel sem að E39 M5 er náttúrulega með sko og ég veit að ég tengi bara rosalega vel við svona sko þannig að ég myndi segja að væri bara hvað ég var að kalla þetta? Bara M5 til dæmis? Já, bara E39 M5 eða bara, þú veist Þessi E92 M3 aðeins já, mikið. eða bara AMG af því að þú varst að segja að það væri komin E55 AMG E39 M5 hvaða motorsport viðbjör langar mest að sjá í eigin persónu? Herru, ég var bara til í að vera núna ég held að segja alls að segja þarf sko bara Long Beach Ok það er eitthvað sem ég verð að prófa mér lífi Þeir eru alltaf bara sleikjandi veggina hér í vinstri. Já, ég byrja má ég bæta inn í E39 M5 og E55 Já, bættu þinn í einni korfi eftir hvað þessi spurning er svolítið matla í þér ég bara sko, þú veist ég reyna að gera mitt besta í að svara spurning ekki líf, þú veist, skilja hann eftir blank En hvernig korfðu? Hvernig korfðu? 5 að 6 á? Bara geðið, bara skipt ekki mál Já, bara korfðu? Já, sko, 6 á upp úr sko. Já, ok Ekki stingrein eða? Nei, takk Nei? Ég er 5 á maður
Pop Lights maður. Já, jú, maður geta alveg sloppið, sko. Monster eða Powerade? Monster? Gett. Ég drekk einn Monster á dag og búin að gera það bara síðan að ég hætti að drekka áfengi, sko, sem að koma 7 ár. Ok. Hvað er your favorite Monster? Ég passa með að drekka ekki bara eitthvað neitt. Nei. Þannig að það er ekkert einhverju eitt sem er góður, sko. Þeir eru margir góður. Þannig að verður að svissa. Ég er svolítið þar að mitt líka, sko. Ég er svolítið að svissa flavors, þannig að maður fá ekki leið á þessu, sko. Já, mér finnst þið nýju Víkingberi geggjaðs. Já, ég er mitt þar núna. Þú ert búið með Monster kvótaðin í dag. Já. Byrja, þú veist, þetta er ekki almennilegu daganum og byrja á einu Monsters. Já. Hvaða Monster fyrstu þér í morgun? Víkingberi, maður. Ég tók eitt hvítan í morgun og svo er ég að halda mig gangandi núna. Ég get ekki hennar hvíta, sko, af því að mér finnst hann einhvern veginn mér finnst hann einhvern veginn vera þannig og drekkur hann ekki bara strax, þá er hann ekki góður. Hann er svo fljótt svona einhvern veginn ekki góður, sko. Já. En nýju Monsterinn, hann heldur sér helvítið. Já, þetta er svona södrari og eins og núna, en sko hvíti eins og í dag, þegar ég byrjaði daginn minn, kom í vinnuna, tekið hvítan, hann er bara farin á nokkur mínútum, skilur. Hann er bara svona til þess að fjúla sig í. Hann er bara startspreið á gamla bensan. Er hvíti hitnar á nóður. Það má ekki hitna, sko. Já, hann bara búin að opna og lengi, sko. En það er misjáft, sko. Mér finnst þessi, sko, þetta er svona mallari. Mér finnst hann geggjaður hérna í pottinu, sko, að vera með hann hérna á borðinu og reyndar fyrir þá sem að horfðu síðast, þá tók ég 2 í síðasta podcasti. Það var alveg crazy. Svo var hann alveg þar nú búin podcasti. Já. Nei, þetta er orðið bara hluti af blóðrásinni minni, held ég. Já. Alright, hvaða bíl myndir aldrei keyra? Jafnvel þú fengir hann frýtt, mættir ekki selja hann, þyrftir að vera á honum. Mætti ekki selja hann, þyrfti að vera á honum, fengja hann frýtt. Já, þess að þú bara fengir hann gefins, þyrftir að nota hann og vera á honum, en þú myndir bara að segja nei. Alveg sama. En seinast er bara bíl sem ég myndi þér. Ekki sens að ég sé að fara að vera á þessu. Það er eiginlega erfitt að segja, sko. Það er eiginlega bara allir smábílar. Ég einhvern veginn get ekki smábíl. Picanto eða eitthvað. Eskilitinn, ég keipti hann og til þess að fara með hann út, sko, keyra hann úti. Við keyrðum hann í Þorlákshöfn og skildum hann eftir Þorlákshöfn og svo þurfti ég að keyra eitthvað Kia Rio og tilbaka og ég hugsaði með mér bara hvað ég fegin að vera ekki að fara að keyra þetta úti. Svo maður líka einhvern veginn alltaf með eitthvað drasl. Og þá bara, þú veist, það er ekkert að fara að passa sér gott á okkur drasli. Þannig að ef þú myndir gefa með smábíl þá getur alveg vottað það, hann er keyrður það sama þegar þú myndir koma að sækja hann, hvernig segja það verið. Þannig að ég get, svona með að við spjallið okkar í dag, þá get ég vottað fyrir það ef þetta væri lítill rafmagnsmábíl, að þá er hann, það er því hart nei. Já, það er... Hefur ekki séð svona annað Mitsubishi sem er eins og þetta er ógeðslegt. Það er til BMW rafmagnsbíl. Já, E3. Já. Og hann er svo geggjaður. Hann er á geisladiska sem fyrir dekk. Hann er svona dekk, sko. Pældi hvað Reykjavíkurborg geti verið með fleiri ljósastöra ef þessi bíl væri ekki til og væri ekki verið að hlaða neitt. Sko. Þessi bíl sóunar rafmagni eins og leiðilegt fólk eins og óunnum súröfni. Við fluttum með sóunar framleiðslu á bíl. Þetta var sko 185 hvað var þetta? 185 50 20 eða eitthvað. Þessi dekk á þessu. Þetta er, og við kölluðum þetta alltaf, ég var hérna í sólningu fyrir löngu þegar þessi bílar voru að koma tiltölulega nýir og þessi dekk voru að koma. Þá kölluðum við þetta alltaf pizzaskerana, af því þetta voru svo þetta bara penetreitar í gegnum og það eina sem var gott við þessi dekk að við vorum með svona dekkjarekka. Þau voru svo mjó að við gátum tróðið þeim á hlið inn í rekkan og nota þetta sem körfu með körfuboltar. Já, þannig að þessi bíl var hannaður svo starfsmenn að dekkja við stæði geta haft gaman. Já, það er gott að nýtist í eitthvað. En þessi dekkstæð er væntilega að passa bara þannig bíl. Já, þetta er eitthvað svona... Það er til mjög fái bílar sem eru svona einstakir þegar að kynna. 185 og 20 tómu. Já, þetta eru 20 tómu, þú veist, en það kostaði væntilega augun út, þessi dekk. Hvað það er hann héti? E3. Þannig að allir peningin sem þú sparar í rafmagn fyrir að köpa dekk á hann. Já. Þau kosta augun út. Fyrir ekki, 155 60 20. Þetta er ennþá verra heldur en ég sagði.
og afturdekkinu 175, 55, 20 hann stagger sportbíl þetta er alveg klikka á engið BMF DNA í honum sko alveg bara, let's make it complicated það þarf einhver að fá sér svona bílan í þrjá og einhvern veginn keira hann upp á spóðásins slögt á mikrofónu það þarf enginn að fá sér það langar engan ég er með svona glerskáp heima með fullt af litlum BMF-um og ég er með eitt svona lítinn i3 inni mér fannst hann er það ekki bara nóg? Jú, geymar bara heiminn í glerskáp og láta bara duga mér finnst það úkslega fyndi skilja með gett marga gamla E21 og E30 og eitthvað svona og svo er eitt svona lítill þessi rafmagn sem að passar ekki neitt inn í þetta með eina LED-peru inn í honum þannig að hann er svona rauðglóandi hliðin á hinnum þetta er eftir ræðmessbíl þetta sýnir svona svo mikið bjáfann svona through thick and thin skilur góðu og slæmu tímanir það er ertu þá ekki bara með nýru og nýlefum BMF inn í skápnum? Ég er ekki BMF ég er ekki svo mikið BMF sko náttúrulega ef ég væri með nýru af nýjum BMF-an inn í þá náttúrulega það væri það bara helst skápin það væri skápin kæmist ekki inn í skápin en þeir eru nú að fara að koma með minni nýru aftur ég held að það væri minguður ekki ljósin með því stækkuðu nýrun og svo minguðu nýrun og tegðu óvart út í ljósin líka þannig þegar minguðu nýrun og fór ljósin með ég held að ef þú væri með nýru á M4 þá kemist ekki inn í hurðina sko. Þú sé framöndan á E7 já það ég held að nýri bílarnir sé að koma svipað það getur verið ég er að sjá þessi konceptmyndir sko mér er alveg sama það er fínt að eiga á svona litla ég held ég í 100 BMF svona litla dótabíla einhverja Hot Wheels eitthvað svona já, sumir eru þú veist 1.18 alveg svona stórir sko það er bara mismunandi stærðir og yfirleitt ég eitthvað starf úti eða vinir mínir eða fjölskyldan eða eitthvað og þau finna eitthvað að BMF og er alltaf að senda mér áttu þennan herðu, ég vinur minn ringir í mig held ég bara rétt fyrir jól segir, herðu, ég var í Ameríku og ég keypti handa jólagjöf ég bara, þá kaupir hann handa með jólagjöf ég átti bara ekkert vona að hann var að gefa mig jólagjöf eða neitt ég keypti ekki neitt handa honum hann segi, já, mér er alveg sama, þú verður að fá þetta jólagjöf svo aðfakandi að opna þetta heldur og ég hef ekki bara fengið hvítan eskilit og krómfölgum geggjað svo þegar ég hengdi hann upp á vegg með öllu fjölskyldumyndunum þá var ég ekki vinsæll já, ég átti að setja á FG 81 blæina, grænan E36 blæi og ég keipti alveg eins svona græna blæi með nákvæmlega sama leðri á uppboði á eBay og ég overbitaði svo mikið í hennan helgsbíl ég er að fara að kaupa þetta að ég var að fá hana bíl það bara var svo leiðis ég hef alveg svona já, þetta er bara með alla þessa bíla það er bara, mér finnst ekkert í dag sem er að koma út nýlega sem er eitthvað spennandi þess vegna er maður svo hrifinn af þessu gamla ég sá það var eitthvað gaur sem var að gera rauðan Station GT Subaru í svona Hot Wheels og þú veist það var bara eitthvað gaur sem var að gera þetta sjálfur sko. ég hafði fyrir að grafa hann upp og ég sagði ég kaupa hann og getur sett hann á hvítahólkurs ég var búin að borga einhverjum gæja á Etsy eða eitthvað til þess að gera E30 minn og hann var búin að delaya þessum það marga mánu að ég senda honum hann er búin að skipta lit þú veist ég þarf að fá hann fjólublaðan og svo bara allt í henni fekk ég refund sko þannig ég var it's too hard to make white body ef þú ert svona ákveðin í þessu þá bara lætur þú 3D-skanna græðuna og prentar hann að skeili sko. það er reyndar alveg rétt ég óttar vinnu minn, hann getur nú alveg græða sko. já, ég áreinda 3D-prentaðan fjólubláðan E30, hann reyndar í svona comic ég er að tala um þinn bíl sko. já, það er cool sko herru, byrju nú hvert voru komin eiginlega þetta eru hægustu hraðaspringur heimi ef þú mætti breyta einu bílamenningu á Íslandi hverju myndir breyta? Bílamenningu á Íslandi ég væri til að bring back the old days ég væri til að fá bara bílasamkomu sem er eins og var hérna fyrir sko. ég væri til að fá samkomuplan sem væri bara partur af planinu væri fyrir þess að vitleysu sem kemur alltaf og bílaplan það sem að þú veist, ef þú er búin að leggja mikla vinnu í að þrífa bílinn eða bara hann er vel til hafður yfir höfuð það hann getur þá lagt út í hotni skilur á þeim stað getur svona svolítið skiptir þessu niður kannski já, það sé pláss fyrir bæði ég var búin að stinga upp á því við nokkra þegar ég var til dæmis í kvartmjöluklubnum mig langa að halda bílasamkomu og reyna að fá bara sem flesta
bílaklúb á Íslandi til að taka þátt í, meira sem 4 klúb, sko, bara fá alla þessa klúba saman á eitt stað, skilur. Svo getur þú veist, þetta var eitthvað pæling með að þú veist vera þá með kynning á kvartmýlu, kynning á hringekstri, kynning á drifti, skilur, kynning á hringekstri hjóla, allt á, þú veist, það væri bara eitthvað dagskrá, það væri yfir daginn, skilur. Þetta bara einmitt það sem við höfum verið að tala líka. Akkurat. Já, og Það var ekki geggjað. en sko, einhver stað þurfa lömbina leiks. Já. En sko, eins og hittingarnir sem við höfum verið með núna, hann í FG, sem eru bara bílasamkomur og bara spóla og þú veist, bara getur labbað og það. En að vera með two-step, skilur. Já, þú veist, það er náttúrulega hvart og þar. Mikið sem fyrir undir þetta. En sko, við höfum aðeins verið að pæla í því og við höfum aðeins verið að tala við Jökul með eins og AIH að við vorum að skoða það að halda hitting bara í samstarfi með þeim, að hittingurinn yrði þá bara aðeins út fyrir, bara eins og brautin og þeir sem að vildu þá aðeins svona spóla og sína sig eitthvað hefðu þá tækifæri bara á því á brautinni í staðin fyrir að við værum á okkur bílaplani, sko. En þá eru við samt komni með það að við þurfum að, þú veist, það þarf að keyra á malaplani, það þarf að leggja á malaplani, skilur við, og náttúrulega kemur ryk og svona, sko. Þannig að svona skref í kannski rétt áttina. Það er í planinu hjá þeim að malbika alveg niður, sko. Já, það verður náttúrulega geðvikt. Þegar ég heyrði mér skilsta og eins og verðum einhverja heimildur mér skilsta að það sé svona svolítið ofalega listana hjá þeim. Ég hugsaði með mér eins mikið og mér langar þessi driftbraut breytist, þá held ég að þetta væri bara til eins betra upp á nýting á svæðinu. Og líka bara út af því að það er svo leiðilegt að keyra þarna inn og ég veit líka liði sem hefur ekki verið að koma að horfa bara því að þeim langar ekki fara á, þeir eru kannski með eitthvað bíl, bara sumarbíl, eru á rúndinum, svo bara eru þarna opið upp á braut, bara ég nenni ekki verið að keyra á malaplanu, ég var að bóna hann og eitthvað, ég nenni ekki fara þarna og fá ríkið og eitthvað, og þau sleppa bara að koma út af því. Ég segi það fólk bara þá bara því fyrir að bóna hann aftur. Bíl, sko. Ég leikt tvisvar íbúð á bíladöfum þar sem ég hefði að keyra malaveg til að fara heim. Þú veist að ég bara stundum sleppti maður því að fara upp í íbúð, sko, bara út af því út af því ég skildi alveg, sko. En þetta myndi bjóða upp og ég sagði við mann í stjórninni þegar ég heyrði þetta, ég sagði við hann það er einskott að við fáum oss í burnout pit, takk. Einskott. Nei, ég meina, ég hef alltaf talað með eins og með því miður bara þess að blessuðu kvartmýlbraut og var smíðuð á sínum tíma langt síðan. Til þess að því að menn voru alltaf á einhverjum mústangum og kameróum og einhverjum svakagræfum að spinna niður í bæ. Þá er þessu braut smíðuð til þess að menn myndi ekki hætta það. Og þetta er komið að þeim stað, þetta er svo óaðgengilegt á okkar mati. Þessi margir sem eru að hlusta á þetta sem eru ósammála því, en það er bara þú ert ekki í klúbbnum og ert ekki inn í þessum hóp, eins og við segja, þá veist ekki hvað er í gangi að það hefur ekkert aðgengi að þessa braut. Nei, þú kannski hugsaðir að þú hafðir ekkert aðgengi að henni, þú veist ekkert hvað er að gerast á henni, skilur. Ég er að segja það. En þú veist, það er bara undir þeim sem stjórna þessu núna að koma því út, skilur, hvað þeir eru að pæla og hvað þeir vilja gera og hvað er í boði þannig, skilur. Og núna eins og þetta aðgengilega. Nú er til dæmis á ég tvíburabræður sem voru að fá bílpróf bara núna í lok síðasta árs og einhverju vini þeirra og eitthvað svona, skilur, þú veist, það er svo öðruvísi tíma núna heldur því ég fekk bílpróf, þeir eru bara okkur Porsche sem að pabbi er á og Tesla og eitthvað svona, skilur, og ég var eitthvað að tala við á spynnibrautina og hvort að þeim langa ekki bara að pröfa að fara á almennilegum bíl og taka braut og eitthvað. Þeir vissi ekki eins og að væri braut á spynnibraut, skilur, þeir vissi að það væri driftbraut út af ég er í því, en þú veist, þeir höfðu bara ekki hugmynd, fattur, og þeir segi, eina sem að við vissum einmitt að væri svona að við vorum búin að sjá eitthvað street race í Æslandi, Mosó, skilur, þú veist, ok, ég búi í Mosó, skilur, við vorum búin að sjá eitthvað street race, ég sagði, hættu kjaftaði, skilur, það er braut sem við getum farið að spinna, alvöru race, ekki eitthvað street race kjaftaði sem er ólöglegt og þú, ert enga veginn örgur, sko. Ég lendir í svona óvart í því, ég skal koma inn á svo sögu fyrst þú nefndir þetta, ég lendir í svona óvart í street racing Æslandi hitting, sko. Ég bara sá fullt af fólki í ykkur iðnaði, hvað er í gangi hérna og svo var umferð inn í hverfið og ég er búin að býða ykkur röð lengi og svo er ég allir bara komin okkur rásinu hliðin á okkur Benz, skilur, einhver ungu strákur sem að það nú vona að pappa sagði vita á því að hann væri á bílum, sko. Og svo voru við bara,
ég bara býtu, ég var ekki á leiðinni hingað á hann, sko. Tókst hann? Tók ég hann? Ég var á fjölskyldi ég hann, auðvitað. Já, nei, sko, þetta ef einhver að hlusta úr sem hefur eitthvað innsýn eða hefur einhver áhrifandi í kvartmjörklubin, bara please, það er ástæði fyrir því að þessi strákar, eins og þú segir, hafa bara heyrt af þessu street racing dæmi. Já, það er auglýst og samfélagsmiðlum. Það er þannig. Það á bara... Kvartmjörklubin er ekkert eins lokaður og margir halda, en... Hann er ekki auglýstur nú. Nei, hann er ekkert auglýstur, fólk veit ekki af þessu. Þetta er ekki svona, þú veist, margir, sumir horfa á þetta sem svona svolítið neikvæðilegt, já, þetta er alltaf lokalæst, það er ekki alveg þannig, sko. Við vorum með driftdeild þarna, en hún var lögð niður í raun og veru bara út af því að við vorum bara fáir að sinna. Já. Það vantaði menn sem voru til í að koma og sjá til þess að hinni getur leikið sér. Já, ég veit að Svipu sagði núna eins og var núna í sumar með kvartmílu æfingarnar. Það var ekki já, sem... kvartmílu Já, það var svo fáið sem vildi banna þetta. Svo vilja margir kera þetta, vill enginn sjá til þess að sé ekki að kera Mhm. Þannig að það var eiginlega mikið að spila inn í þetta, skilur, en það er bara þannig, eins og segir, það þarf Þar Maður veit ekki byrjuðum hvað þarf að við til gerast. dæmis Þar byrjuðum við til dæmis með að fá að kera þarna einu sinni í viku, sko sem að minnkaði niður í aðra hverju viku sem minnkaði niður í einu sinni í mánuði sem minnkaði niður í að ef það er enginn til að opna og sjá þetta þá er ekkert hægt að sjá þetta, sko. Nei, það er á rétt, sko, það er mikilvægt sens. En ég er bara að segja, skilur það, þetta var smíðað á sínum tíma til að koma fólki af Þetta er flott götunni svæði og allt það og það þarf bara, það kannski eins og segja, maður margt að koma til, Já, en það bara þarf að fara að nota meira. Það er bara þannig. Já. Og ekki, ok, það er kannski, hún er kannski notuð mikið brautin, ég segja það bara fá fólk til þess að koma, fleira fólk til þess að koma og fleira fólk til þess að vita af þessu. Algjörlega. Bara málið, sko. Já, líka bara svona eins og þið eru búin að vera að gera, skilur þú veist, þetta leiðir allt út frá sér, þú veist, bara þetta er allt hugmyndir í byrjun og svo bara lætur við vera eitthvað af þessu og gerir eitthvað, þú veist, það þarf einhvern til þess að skipuleika eitthvað Já. og það mætir alveg ótrúlega mikið af fólki, skilur. Já, eða Við erum bara með hlusta á alls okkur sem konar getur eitthvað, þá- Við náttúrulega erum með alls konar pælingar á baku tjöldin sem við erum ekkit Ég endilega er að fullt tala um Ég er fullt að, skilur þú veist, þannig að Já, við erum með og bara, hann að Við erum að Lóis teimið, við erum að pota eins í allar áttir og við fáum náttúrulega líka alveg feedback fyrir það sem við tölum það er svolítið þannig að við maður fengið skröllisur Já. alls konar fólki. Það er allir, hvort myndir aldrei aftur vera í skóm eða alltaf vera með lekandi hór? Beiti þetta bara. ég er nú yfirleitt í reymdum sokkum þannig að við látum það bara duga Þyrftir að vera berfættur, segjum það Berfættur, Já, býtu, ok Bara í sokkum bara. ef þú ætlar að breyta þínu þá hlýt ég að með að breyta mínu hversu mikið hór er lekandi eða ekki ef þú ætlar að breyta reglun þá ég er að leika Sko, alltaf, þannig stanslaust leikandi hór mismikið, þú ræður hversu mikið það er en stanslaust. fyrir meir en 7 árum þá var það hvað sem er alltaf þannig þannig að maður gata það, maður getur það bara áfram nei, berfættur ég hugsa, komist ekki langt á því en ég hugsa, getur nú alveg Ímynda bara snjó og slapp og kókið. já þannig að ég hugsa að velja skona Já, ef þú mætti verið í sokkum, myndir þú taka það frekar? já, það er alveg hægt að finna nú góð sokk Hvaða bílatengt sena úr kvikmyndum finnst þér algjörlega ógleymaleg? Bara finnst þið poppir í hugan bara, vá, ég er bara að kíkja. Danger to Money Worlds, nei Flýr gólparan af. það er bara þegar að þú sér dragster prjóna, hoppa og halda svo áfram að prjóna heldur þú að þetta að gleyma því að Ég vil lesa þetta. já, ég vil lesa þetta að lesa ég veit ekki Ekki gott ætli það ekki, jú, ég fyrst fyrir ég seitt Já. þetta er bara mynd sem verður aldrei fókið topp Já. Hvaða bílategund finnst þér algjörlega vannmetin? Hvað ætti að fá meiri athygli? Bara svo framleiðandi bara. já, ég Já, bara one brand, Já. einhver ákveðin bíl einhver ákveðin vil sem er bara vannmyndir, já. það er örgulega eitthvað sko, ég er bara ekki með það fyrir fram Það er allavega ekki smá bíl nei, það er Það er ekki Hyundai E10. Nei. Eða Picanto eða eitthvað. Gató nei, hérna ég bara er alveg plakka Ég held þú myndir segja Eskileitin, sko Af því að þeir eru það er enginn sem vannmetur eskilin Nei. Nei, þú veist, þeir eru bara svolítið svona týndir samt Þú veist, fólk er ekkert mikið að En samt hugsa út í það eða allir sem leiði sjá svona bíl sem er ekki ónýtur, sem er flottur, bara, vá, þetta er töff. Já, þeir eru cool Öllum finnst það töff. þú það bara keirir eins
Já. Þetta er mjög einfalt, þú þarft bara að keyra hann einu sinni, þá ertu alveg bara, ok, þetta er bara eitthvað fólk í rúta, skilur nóga plássi og þetta er bara ógeðslega fyrirfara mikil bíl og eitthvað, en svo að keyra þetta, ég hefði ekki getað valið með betri bíl til þess að keyra eins og við keyruðum út, sko. Ég bara var fátt að sofa sett. Já, þetta er bara, þú veist, hiti, kuldi í sætum og DFT og bara allir pakkin. Já. Og þú veist, alveg merkilega mikið aukabúnað í bíl og hann er samt bara 2003 orkir, sko. Eins og mynd, sko. Já. En Eskileit, nei, það er fullt af fólki sem kann að meta Eskileit. Alveg bara frá 17 og aldrei upp í... Hvað poppar upp í hausin hjá þér með þú veist, svona... vannmetinn bíl? Ég bara eiginlega veit það ekki, sko. Vannmetinn. Eitthvað svona bíl sem að mér finnst alveg bara, þú veist, af hverju er ekki... Sem þið finnst bara geggar og bara enginn sem bara pælir í og finnst bara fleiri fólk ætti að bara gefa sér athygli. Bara, get ekki svo þessu. Ég er svo Mílan með hérna Fókus og eitthvað skilur, þú veist, hann er alltaf hann er alltaf bæjast, sko. Ég er ekki með eitthvað svona... Engin sitt eftir í hjá. Nei, þú kannski kemur með það ef það poppar upp hjá þér. Fiskar karma. Er það ekki rafmagnsbíl eða? Hann var að tala um hann hataði rafmagnsbíl. Ég keypti hann, sko, þá var það mjög spes bíl, sko. Ógeðslega skrítið, hann var líka flottur, þú veist, hann var skrítin innan og skrítin utan. Var bara eitthvað 3 tonn eða eitthvað? Þetta hafa spes bíl að keyra, sko, en vinur minn átti hann í svolítið tíma, sko. En það er náttúrulega amalega, það er strax bara dettur út. Já, þú poppar kannski inn, ef það poppar upp í hausinu það er eitthvað, þá lætur okkur vita, en hérna hvaða bíla eða motorsport viðburður á Íslandi finnst þið skemmtilegastur? Ok, en single viðburður bara specific viðburður. Væri það þá drifta bíladagum? Já, bíladagar bara. Þú mátt líka segja bara bíladagar, sko. Það er náttúrulega bara heitt viðburður fyrir sig. Já, ok, já. Já, drifti á bíladagum, það er gott. Já, ég sagði spillan á bíladagum, stemningin er svo geggjuð. Já, þú ert þessi þólumóður, já. Fiat Multipla eða PT Cruiser? PT Cruiser? Veistu allt sem hægt er að vita um þennan bíl, eða? Nei. Þú kannst fengja með, sko, held ég Dodge Neon ST4 grammi. Já. Þannig að PT Cruiser allan tíman. Aðkar á hvolfi. Hvað er upp á þessu lag hjá þér til þess að rúnda við svona akkurat núna? Hann veit alveg á hvað bíl ég kom, sko. Það er bara Windows Shopper með. Já. Windows Shopper? Passar. Það er bara vetur svona að segja koma á grófvelgum. Já. Ef þú ættir að búa til þín eigin monster, hvaða bragð myndir þú hafa? Það væri bara AF monsterinn. Bubblegum. Það væri næst. Hann væri örugglega svona, þetta er einn af þessum monsterum sem er alveg geggjaður. Já. Svo drekkur hann í þriðja skipti og það svona, Þetta er, mál er, sko, að fyrsta sem kom upp hjá mér þegar þú sagðir þetta, þá hugsaði ég bara svona einhver geggjaðu sumardagur, fá sér eitt svona bubblegum og þú tekur hann kannski bara svona á einum sumardegi. Þetta er alveg illa sigrað monster sem að þú gætir ekki drukkið ómikið af, sko. Já, bara þriðji monster sem hjartavall. Já, hann er bóttið góður, sko. Ég held að það væri ekkert þetta, þú veist, nei. Það er til svo ógeðslega mikið að bröð búið að vera yfir tíman, sko. Og svo náttúrulega maður fyrir að taka alltaf US monsterana inn í pakkan og eitthvað skiluru, þú veist það náttúrulega er Europe og US og UK skiluru, þannig að það er Ég man þegar maður gæti fengið Java monster á Íslandi og kaffi, já, svo það hætt. Já. Það er alls konar til, sko. Þurft að velja einn bílaframleiðanda til að segja að væri þinn uppáhalds. Já, það er náttúrulega Koenigsegg er upp á það, þú svo sé fjarskildi draumur, sko. Já, bara þú veist það. Bara allt sem þeir að gera, sko, það er helvítið cool. Já, það er bara flott svar. Það er ekki algengt svar. En það er alltaf bara fyrirtæki, er bara eigandinn framleiði bara bílar sem maður langar að framleiða. Eigandinn er bara með eitthvað heimskulegar hugmyndir og mætir á mánudegi þessi strákar, náðu tenglublokkinu, nú ætla ég að segja svolítið heimskulegt. Herru, 1 gír, 400 km hraði, punktur. Redda þessu. Já, svo komið og segja bara, þetta er svo dýrt, bara lítið út fyrir að drull saman hvað þessi dýrt ekki, bara smíða þetta bara. Já. Hann bara drull bara. Já, en þú veist, hlutinni sem þeir eru búin að gera eru helviti flottir, sko. Og það virkar allt.
Allir þess að klikku hugmyndir, þetta virkar allt. Já, það er bara, það er líka, þú veist, hann er með heila flugbraut hann að prófa það. Já, þetta er ekki, sko. Ég var alveg hálf vonsvikinn þegar ég keyrði gegnum Svíþjóð núna síðasta sumar. Ég ætlaði að sjá Koenigsegg, sko. Það er eitt bílaumboð í Svíþjóð. Þeir eru náttúrulega framleitir í Svíþjóð. Það er eitt bílaumboð sem er stundum með Koenigsegg. Er ekki hægt að fara, eru þið ekki með eitthvað svona... Nei, það safn er eða eitthvað? temporary lokað fyrir visitors. Og ég var alveg bara hálf fúll þegar ég sá það, sko. Ég var bara ákveða það alltaf að sjá það. Hefur bara átt að senda e-mail bara, ég er number one Hello, biggest this is fan Mr. Atli from the Iceland. I would very like to see you. You're the biggest number one fan in I'm the your world. number one fan. I am AF bílagræjur. Já, I could put new speakers, no problem. Do you need Maybe some of bassakeila? that. Do you need bassakeila? Og við varum að segja á íslensku, sko. Do you need bassakeila in your Þú skott? fá bassabox. En það fyndna að vera að þú myndir tala íslensku við hann, þá myndi hann líklegast skilja hana. Nú, er þetta normaður eða eitthvað? Hann er giftur íslensku konus. Nú, En hún er búin að búa í Svíþjóð örugglega lengi, sko. En maður veit ekki. normenninni, sko, sérstaklega rosalega norðarlega í Noregi, þeir skilja mann að tala bara hægt, sko. Já. Herðu, að þú ættir að gera upp einn gamlan bíl, hvaða bíl er fyrir valinu? Impressa GT. Ok, það er bara, Bara money no object, time no object. Já, ég byrjaði að einn. GT press. GT pressan, rauð, Station. myndu vera rauð. Já, svoleiðis. Aha, Ég ætla að gera hann upp fyrir einn daginn. ok. Heilis. Sko, ég tengi svolítið Station rauðan við því, sko. Já. Ég er búin að eiga hann síðan 2015, held ég. Ok. Þú bara situr í skúr að bíða. Já, hann hefur nú fengið að frá bíla daga 3 svar eða eitthvað, 4 sinum, 3 svar. Mhm. Herðu, Kerið 125.000 kilometra. áður en við höldum áfram, þá hérna, kom henni spurning hérna Í salin, í salin. Hún bara poppaði inn. bringið, maður. Þetta er bara live, sko. Ég veit það. Það kom hérna, Koma inn bara. ég átti að hendin, kom hérna hendin í, af hverju í hvers skipti sem að kapastusbíl fer inn til þín, þá bilar alltaf eitthvað. Sko, við erum bara að tala um einn tapasspíl. Já. Og fattar Hann hvað kemur spurning kom nefnilega með það? alltaf inn með BMW-vél. Ég held- Fer út með BMW-vél sem tikkar ekki á öllu. Ég veit alveg hvernig Já, sko, þú veist, hann kom inn með bensínvandamál og fór út með sko, bara legurnar í pönnun, sko. Og hann kom bara keyrandi fínt inn og það var ekkert af hann þegar hann keyrði síðast. Og þú veist, ég var að skipta um bensíndælu, sko. Já. Þannig ég vil meina að þetta sé einhvers konar þýst vandamál sem er að eiga þessi stað, sko. Því að ég vil eftir þessi bílar þá er það bara spurning hvort sé lega 1, 2, 3 eða 8, sko. Já. Það er ekki bara að hendur eitthvað séf í þetta bara. Það er margótt búið að segja um drengina að setja bara 5-3 í þetta, kostar helmingi minna og það hengur þá alltaf við lægi út eina efingu. 5-3, það er ekki eitthvað Vortec sem komið eitthvað svona, hvað komið þetta í? Bara ódýrstálblokk, sko. Já, komið þetta í hérna hvað heitir? Trailblazer og eitthvað. Jú. Já, eitthvað svolítið sjeppa eitthvað. Jú, Og pick-up og eitthvað. já. Og drepa þetta kikindi. Er það ekki bara orðið? Vortec 5300 kallar, hljóma miklu betur en M60. Gei. Alltaf þessi, sko, ég hef alltaf sagt Vortec. Nei, þú ert ekki með M60, sorry. Jú, Jú, í bláa. já, Alveg rétt, já. M62. já. Ég er bara ekki búin að fikta í honum. Nei. Þarna koma, Leifum honum bara ég hang. segi alltaf með björn afkalla, sko, þið tala alltaf í Wi-Fi kóða, sko. Það er bara, á hvaða mótur í þessu? M54, B53. B42. Maður er bara, hæ? Bara, já, Ekki spyrja út í vendlalókspaklinu. svo bara, veist, hvað er þetta? Já, veistu ég hvað M52 B48 er? Ég bara, nei. Bara, hvað er þetta? 6? Já, 6, ok, segðu það bara. Skilur maður bara. Hvað sagðir? M52 B? Ég veit það ekki, bara M69 B59, ég veit ekki, veist, þetta er bara Wi-Fi kóða, sko. Það er bara eins og þú tekur líklega bara og skattar og strendir. Já, M50 B25, það er mjög öðvöld. Og hvað er það? 600? Já, 600 stálblokk Að segja bara- 2,5. Það segir þetta bara lína 6. Nei, Búið. nei. Lína. Lína er hana rauðaragjalan með hestin, skilur við, sem sterka hana. Þetta er ekki verið eitthvað að tala Eða bara LS. Ein lína, hvíta borði eða Er ekki Ég svona- skal einfalda þetta verið, LS eða ekki. Já, Er ekki svarið við öllu í driftinu í dag bara LS IQ? Það er ekki bara... Ekki að þú spyrja eitthvað sem fór með bíli sem á gati bíl, þá er þetta viðkomt málefni. já. Varstu ekki búin að heyra því, eða? Allir Jú, vaffátta, það ekki. íslensku vaffáttabílarnir fóru
já, eða hættu að virka úti, vel. Já, allir. en ég náði mínum að vísu í gang sko alltaf aftur þó svo hafi verið svolítið stutt. Ég keyrði alla dagana, bara fyrsta híti alla dagana, ekki mikið meira það. Það var hérna, já. Þetta var bara hitinn. Já, þetta var hitinn, algjörlega. Er þetta ekki svona vinstlæsti mótorn í þessu? EDQ, LS og Jú. alltaf Vafáta, segju Vafáta. Sko, ég vil meina að ástæðan fyrir þessu var það að allir þessi Vafáta-bílar voru með kælingu fyrir íslenskar veðuraðstæður. Já. Bílinn minn virka fínt á Íslandi sko. Já. Bara aldrei, ég get bara kert hring eftir hring á Íslandi. Þannig að úti bara 2 hringir og það er bara allt. Það var líka fáránlega heitt síðast, sko. Það var bara, sólin hitaði svo mikið í bílana og... Ég fór hring með kallið sem var á mót okkur. Hann var með Vafáta, blásara, sem að, sko, ég fæ eiginlega hugmyndina sem ég er að standa í núna út frá því að þetta, svona aftan á haustum á mér langaði með að prófa þetta, sko. Eftir að ég keypti ST8, þá ég alltaf fíla, sko, heim í vilna, 6.1. Og svona alltaf, ekkert verra ef þetta heitir Hellcat, sko. Og hérna, þú veist, ég hef alltaf fílað bara Hellcat kramið svo leggur sig, sko. Svo bara E30 beint á mót okkur sem maður vildi bara svo skemmtilega til hann var bara með Hellcat krami eins og lagði sig og bíllinn með að hann var búin að bila alveg bara og ég var búin að vera að gera við hann og ég var bara búin að gefast upp þetta var ekki lengur gaman sko. Ég labba bara kvöldum og segi herru má ekki prófa að fara að hringa með þér í jú, kontið 20 mínútur og ég bara, já, ok svo settist inn í bíli á hann og hann eitthvað, ertu með armstrenn? Ég bara, nei, hann ok, þegar við erum búin að fara að kaupa þessu leys og verður rauðra með henni, það er bara eina viti ok, svo opnaði hann klukkan á báða og við förum inn í braut og hann er náttúrulega með 8 HP 90 sem kemur orginal aftan á Hellcat vilni, hann var bara með orginal stæðinu sko. Og þú veist hann fór inn í braut og hann grillaði 3 hringi, bara alveg í rauða döða botni og svo bara skipti engum máli hvað hann var að gera, hann gæti bara rifið stöngina, skipti upp, niður, við fórum inn í stóru beiguna og hann gíraði 2 sinnum upp í miðri beigunni sko. Og þetta var bara geðveikt og líka það að vera ofan í öðrum bílum í tandem með galopna glugga, þú veist, þú varst bara að fá dekka tæjur og reik og allt fram með þetta var geðveikt svo komum við tilbaka og hittamælinn 91 gráða og við getum áraðað þannig að hann tók það vel á því að þegar það var gult flagg í brautinu og brautarstarfsmenn á miðri brautinu hann fór spólandi fram á þeim sko. Og þá veifaði þeim bara sko. Þannig að það var vel tekið á því og þá bara hugsaði ég með mér þarna er bíl sem er bara með gott vaskerfi vél með blásara og þú veist, ef þetta virkar svona vel í honum þá lít ég geta látið þetta virka allavega 3 hringir af því að, og hann er aldrei lent í hittavandamálum með hann og hann er að keyra í miklu heitara löndum allir við Já, algjörlega Við fórum hana að þú varst að tala hana hittan sko við fórum í taxan sko og það var hittamælir inn í honum Já, ambient hitti þá bara sagt, Nei, bara hittið inn í bílnum bara hittin sem var hjá okkur bara inn í akstursrýminu og þegar við vorum að stoppa þá var hann í sko 50 gráðum ég var rennandi blöður allur líka minn inn í galanum sko og hérna við vorum að horfa á þetta bara þú veist ég man ekki hvað var verið að tala sko 53 gráður eða eitthvað sem þú þarft til að byrja að hægelda mannesku þetta var eitthvað þú veist Hvernig heldur þú að þetta sé þá í vélasalnum með pústgreinar sem eru í 900 gráðum Pældi því maður, það var ekki crazy sko. Þegar ég kom úr Breislatinu á leiðin inn í pittin ég hef aldrei lent í þessu en það kom bara error á vassitaskinnina minn Frá hátt fram Já, það var svo heitt það var ekki að sjóða á vélinu sko það var svo mikil hiti í vélasalnum Þegar ég stoppaði í tjaldinu mínu það kom bara strókur undan húttinu mínu og það var svo var í kólagrill í vélasalnum og þegar ég opnaði húttið þetta er í fyrsta skipti og eina skipti sem ég ekki pinnan og slökktakinu sko. Ég var bara 90% að vera kveik Neini, þetta var bara svo fucking heitt allt drastlega að þú veist, þá hugsaði ég með mér ok, þetta er bara vitleis þetta er ógeðslega gaman en talandi taxan, ég fór 4 hringi í honum og ég var alltaf að bíða eftir að myndi byrja að spóla Fækst ekki þessi tilfinning? Jú Ég var að bíða, þú veist, við fórum inn í stóru beina og svona ég bara, ok, hvernig ætla hann að gefa og svo bara keyrum við oftur út af Þegar ég fer á mínu bíl, hringin 2 hringi
einn, tvo, neða, tvo, þú veist, ég tek alltaf tvo og ég hef einu sem tekið 3 og við skulum skrifa í sögubókina hérna, þú veist, það er bara þegar ég er búin að fara 2 hringi í mínum bíl 800 hestur, T56 mikill endarhraði 3 vegir í útslætti og þú getur tekið bara greip góð dekk og bara kvikt í þeim, sko þegar ég er búin að fara 2 hringi í þess að brauta minn bíl þá er ég bara búin að fara nóg fyrir peningin, sko. Þá get ég bara að fara heim, sko. Ég get bara að fara okkur veitingastað, fengið mér góða mat og fara bara svo, sko. Þú veist, en að fara inn að taxa það var svona, þetta var bara svona alltaf að býða eftir þetta er gaman, sko. Sko, við vorum einmitt búin að tala um það, sko, að, þú veist, hann er bara með grjótpumpa í dekkin, hann tekur beygju og hann bara svona, þú veist, rennur aftan, bara svona, maður færi aðeins dekki hljóð og svo bara fyrir hann í næstu, bara svona, og hann er einhvern veginn bara svona hann er bara svona eins og hann sé á cruise control, sko. Bara, já, þú heyrðir alltaf, sko, þú náttúrulega heyrir 10 cylindra hljóðið, þú heyrir bara svona, þá hendur hann út og svo heyrir það, þá bara er hann að láta hann kósta bara í gegnum beinu. Hann basically byrjar að fá hann til að snúa aftur hjólunum, svo slæðir hann af þannig að hann rétt hengur í spóli og svo bara næsta beinu. Það segir bara sagt að gera það, skilur. Já, þetta er bara fyrir hendingu, skilur. Já, algjörlega, sko. Þeir eru náttúrulega bara að keyra. Segðu mér 2 option, þú veist, spóla með mig eða rúnda með mig hring, skilur. Ég skal alveg borga meira að fá almennilega að finna fyrir þessu, sko. Þú veist, en þetta er efnilegi bílar, en ég svona minni sérgrein fór að skoða rafmagnin í honum bara eitthvað, vá, það hefði nú verið að gera þetta betur. Já, svo var eitthvað hljóð í drifin á honum, ég er eitthvað, það er að fara að drifi í honum, þetta, maður var bara þarna allir tíma, sko. Þetta er náttúrulega líka bara, þú veist, hvað, þetta voru 3 eða 4 svona bílar og þetta er bara keyrt allan daginn, bara aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, þú veist, þannig að þetta þarf að endast, sko. Þetta er bara stangalögur fyrir hvert event. Já, bara eftir event, bara inn í skúr, nýtt drif, nýja stangalögur, út að gera. Þetta er náttúrulega bara rugl. Gott að bíl. En það var líka himinn og haf, þú veist. Þetta er bíl sem er hannaður í þetta, þetta er bíl sem getur þetta, það er bara búið léttan, skilur. Þú veist, ég fór í taxan, skilur, svo fór ég með Gunna, Gear Racing, tók hring með honum, það var bara himinn og haf á milli, skilur, þar voru við bara í kvínandi botni að grilla, sko. Það var allt annað heldur en að vera í taxanum, sko. Þetta er eitt sem fannst spes á... Er það einu, hvað ertu búin að, eða þú veist... Ég er bara búin að fara þeim 2 á gatbílbrautina, sko. Ok. Það er bara eitt sem okkur fannst spes þegar við vorum á núna í sumar, þá vorum við á Old Race. Já. Og þar sko alltaf keyrt þarna að spóla þarna planið þarna, gert byrjusli braut. Já, planið hann hjá brautinni, hjá hvað heitir þetta, hjá fótboltavöllum. Já. Og við vorum eitthvað, það var bara svo óbóðslega mikið af fólki hérna, við nefndum ekkert að býða í þessa röð, það var bara fárlegt. En þú gæst farið í svona drifttaxi og við bara ok, skoðum þetta. Svo fórum við að fylgjast með þetta og þá sáum við, það voru alltaf spólað þarna, Adam LZ var þarna og hvað á hauguraliði, sem voru bara, þetta var ekki keppni, bara drifttaskilur. Já, bara gaman. Já, bara gaman. Svo sáum við alltaf svona, eins og strætóstopp. Og komur alltaf inn reglulega allir sem voru að keyra og tóku inn farþega. Já, þú bara ræður hvort þú ferð út í þessa röð. Já, ég held að þú verður að fara út í röðina, eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað x oft sem þú verður að fara, þetta er eitthvað svoleiðis. Eða þú skráir þig ef þú vilt, ég veit ekki. Eða þá er þetta kannski hít, skilu, eins og gatibíl. Þá ertu með prólæn og rúkilæn og streitlæn og svona. En eins og þarna, þú veist, þá var einhver ákveðin taxi. Þú fórst í röðina, ef þú varst heppinn, þá fyrst að fara með Adam LZ eða eitthvað. Bara mökk spóla. Þetta var kannski bara passenger heat eða svona, skilur. Já, þetta er sniðut. Þarna getur við bara farið, óheppinn og ferðað einhverja mýjötur sem... Óheppinn? Ég held að voru aldrei óheppinn hann. Nei, ok. Það eru menn sem að taka á sínum eigin bíl og þú veist, það er bara eitthvað öðru sér heldur en þeir eru eitthvað gaur sem að vinna á einhverju gatibíl event að keyra eitthvað nefn, já, múið ekki að spóla. En hvis þú kannski komist inn í eins og Japansíkurinn sem er á Ferrari 360 að drifta, sko, eða Adam LZ eða einhver sko haugurlega, Night Ride var hann líka að spóla, veist, þú gæst lent og þarna voru menn alltaf, þeir eru bara að spóla fyrir sig, bara gaman og fá bara menn með sér. En þú veist, þarna er þetta aldrei að fara að lenda inn í sko 6 litra, 2 litra BMW, skilur. Nei, hann er bara ekkert að fara inn í brautina eins og, þú veist, ég var að keyra núna á gatibíl og ég var búinn að vera að taka smá rólega og svo lítið í baksýnisspilinu og Fredrik Aspo fyrir aftan mig, ég sagði, gleymdu þessu, ég var að leiða honum að taka fram með maður, þá gýraði ég niður og djöfull liti bílinn minn hafa það maður og íbarast eitthvað var gaman. Bara, þetta var hugafara mitt þegar ég sá hann fyrir aftan mig, bara gleymdu þið, ég var hleypur fram. Nei, bara okkur fannst þess að gegga þarna, þá er þetta ekki eins og ég segi, gatubíl, það er bara gauð sem að sagt að það er að spara þetta, ekki gera þetta of mikið, þannig eru menn sem eru bara að láta
bara send it, skilur Já. Og við vorum líka allir sammála um að þegar við vorum að tala um gatibíltaxana að þetta er eins og að fara í barnarússípana. Þetta er svolítið þannig. Þú veist, look scary from the outside but once you're in þetta er svona rosa safe svona. Já, kannski er Þetta var eiginlega bara, við fórum, þú veist, við tókum þetta bara náttúrulega skilur að því að maður fer Já, þetta er bara- saman, þetta er alveg gaman. Gaur, ekki láta mig tefja þig frá því að prófa þetta sko, glimti því. Nei. Þetta var gaman, en Já. þú veist, Það vantaði alltaf eina beigju það sem hann hefði látið hann, þú veist, hafa það, skilja. Ég fór með Jónþór í E60 hans, að hann eiginlega skemmti það bara. Þessi drifttaxi bara eitthvað, hann átti greinilega ekki bílinn, en Jónþór, hann átti bílinn. Hann vissir bara að þessi bíl getur miklu meira Ég veit það Þetta eru svaka greið, þetta eru svaka greið, sko. Þetta er ekki En mér langaði að koma þess inn á hérna að þú varst að tala um jeppana, þú ert með einhvern, hvað, patról? Já. Og ertu mikið í þessu jeppabrasi eða? Já, bara í tími, já. Já, sem að hljómaði áðan eins og ætti mjög Bara eins og af. driftbílinn, þetta er svona 10 ára ári. Já, En er þetta eins og aldrei patról landsins núna? Er það komið með M57? Út með þig. Nei, ég var spyr að því að allir komin í þessu víst Ég ætla að segja fyndna staðarinn, það er sama vél í driftbílum mínum og er í heimilisbílum mínum og er í fjallaheifanum mínum. ok. 6 lítra bensível. Er ekki, ég veit að einhver björnarsveit sem er með QL svapaðan patról Já. Heyrt það, en ég bara með heyra alltaf Það eru af þessu marga M57 dæmi, björgunsveitir með marga mismunandi vélar. Knarri er til dæmis búin að græja marga patróla, en þetta M57 æði er svolítið gengið núna. Mhm. Mörgum finnst það geðvægt, ég er bara ekki ennþá orðið varfið það, sko. Nei, ég bara heyri þetta alltaf, allir bara M57 Þetta er betra þegar þú ert að fara úr 140 hestafla vél sem að nær sig ekki upp á snúning, skilur. Þú bara, ef það er roki ártúrsbrekkunu og þú byrjið mús og þú bara helst býður með að fara heim, sko. Þú veist, en M57, þetta er betra, en ég hef aldrei séð hvað er svo spennandi við þetta, sko. Já, Nei, kannski ekki hæpið. við þurfum frá Ólafur hérna til þess að Það er fenda Ég er ekkert hrifin að býða maður fælti þessu. Nei, Þannig að það gæti spila inn í það. samt Já, ertu en- með bæði driftbílið þín Þetta er og það hjá sem maður konunni. alltaf komið inn í. Já, E39 M5. Hvernig getur Já. þú hata? Já, En hvernig getur þú gert hann betur? segir þú, með amerískum mótor. Aðeins betri vilja. Þetta er svip og ég sko. Og ekki fygt og mikið í henni. Þetta er svip eins og ég var alltaf sagt. Ég er ekki mjög afkall Nei. Nei. En mér dögla okkur í 1.2.3 Það, Skilurðu? sko, en Já. ég væri bara vitlaus að ég myndi segja það að tjassið var ekki gott, sko. Mhm. Þú veist, það vita það allir að tjassið er gott. En, þú veist, það er bara, já, það er ekkert voðalega margar BMW-vélar sem ég er eitthvað hrifin af, sko. Og ekki M57, því að ég, sko, áður en M57 var það eitthvað viti, Mhm. þá var ég alltaf OM606, sko. Mhm. Já, Þannig að, þú veist, ég er ennþá þar. 606. Ég ætla að setja OM606 í minn bíl, sko. Ég bara datt inn á patról sem áttu sölu með vél sem ég get alveg hugsað mér að hafa í mínum. Mhm. Þannig að ég samdögu eigandan á honum og endaði með að tróða það fyrir vél yfir í minn bíl bara, sko. Já. Ég ætla ekkert að setja LSLQ í patrólin. Þetta bara datt upp í mér og ég bara greið, sko. Mhm. Já. Þú veist, hann kveikir í 46 tómu og ég kipti heitan á síðan og svo bara var hann það lengi upp í hillu og ég seldi bara á síðan. Þetta þurfti ekkert meira að bá. Nei. Þannig, en En- LSA-blásarin endar þar einn daginn. Á þessi sem þú ætlar að byrja á. Já. Já, já. Dæla driftbílinn inn, svo þegar hann er klár þá voru patrólun LSA og driftbílinn fær bara performance. Aha, hljómar þetta alveg vel. Já. Ertu að fara Eða, í- ég get setta heimilsbílinn. Já, eða það. Þú getur bara fært þetta allt á milli. Já, Já. En ertu þá að fara í fjallaferðir og svona? eða? já. Bara mjög lítið að ég upp á síkvæsti. Sko. Já. Er það bara tímaleysi? Já, tímaleysi. Ef þú ætlar að, þú veist, eins og verður maður að reyka fyrirtæki og með fjölskyldu og vini sem eru með bíða á fyrir driftbílinn sem þá fara helgarnar yfirleitt bara í eitthvað annað. Mhm. Já, er það verið í öllu, það er bara niður og nánast Já, verið í öllu. svo keypti ég böggibílum daginn líka og þetta bara, þú veist, ég hef enga tíma í það. Enga Nei. tíma í neitt þess. Ég keypti böggibíluna því ég var að vonast til þess að fá sport sem að væri bara svona bensín, setja í gang, fara aðeins að leika sér. Nei. Keypti hann bara á milli, keypti hann rétt fyrir jól Mhm. og þú veist, hann búin að vera bilaður síðan. Nýri bíla Nei, nýlegur. Þú veist, 2018. Já.
Já, ég fekk nú æði bara daginn, sko. Ég er svo mikið benskall og ég elska AMG, mér langar svo mikið AMG, en ég er svo erfiður með sjálfskipt, sko, ég vill bara beinskipt. Svo datt inn á YouTube channel frá daginn. Það var gaur í Kanada sem búin að vera beinskipt soppa þessa AMG bíla. Já. Og það er víst bara ekkert mál. Já. Það fær bara, þú þarft að fá girkassa úr Chrysler Crossfire eða eitthvað drasl, 6 gír eitthvað, og það bara bellhásingið, það bara smell passa á Kæmir M113. óvart hvað er mikið asnalegu hluti sem bara boltast saman. Þú þarf bara að taka shiftlinginsið, skera það aðeins og sjóða aðeins, stýtta aðeins, svo bara pantar það kúplingu fyrir diesel Benz og flywheel, það bara skrúast beint á fattamótorinn og ég verða að fá mér þetta einhvern tíma, fá mér eitthvað svona 55 AMG. E55 AMG er það sem E39 M5 hafði alltaf umfram hann er það var miklu meðfærilegri bíl. AMG nú var kannski fínn á 300 en E39 var miklu fínn í ríktorki eða svo leiðis. Kannski ef það komið bensinstu kassi Þú bara prófar þetta fyrir okkur? Já. Meira en 75, sko. Minni léttari. Ég er meira hrifin af AMG-num út að bara fyrir svona eins og luxus. Þú veist, E39 er sportbíl, sko. Þannig að ég döði langur í svona E55, sko. 211 E55, þetta er bara geggjabíl. Setur minna pulli á hann og mappar hann, þetta er 600 hestur bara strax, ekkert mál, ódreifandi. Allt annað bílar, sko, en ekki mótorinn. Já, ég fekk aðra spurningu salunga. Ná, ekki beint spurningu en ég fekk ég átt að draga upp úr sögu þegar þú varst í ykkur fjallaferð og dróst ykkur bíl með ónýta skiptingu eða eitthvað. Nei, það var nú ekki Það er núna með tala eftir að við komum í bæinn, sko, hann var bara með ónýta skiptingu fyrst, sko, og bara, svo skemmt það bara meira á leiðinni, samt var ég að draga hann, sko. Ok, hvað segðu okkur? Nú veitum við ekki neitt, sko, ég veit ekki. Við fórum í jeppaferð, 3 daga ferð, já, og bíllinn minn bila á laugardagsmorgun, við keyrum út eftir á föstudegi, svo förum við yfir alla laugardaginn í jeppaferð og svo förum heim á sunnudegi. Bíllinn minn byrjaði á morgun á laugardegi og ég var eitthvað þungur stýri og ég eitthvað, þetta er eitthvað skrítið og svo opnaði hútið og horfði bara, alveg rétt. Ég var búin að vera með strekkjari hjól og vifturum strekkjaran í handskálun í 2 ár. Fyrir þessa ferð, þá tók ég hann úr. Ég var að taka til í bílum árum færum. Þannig ég tók strekkjari hjól. Ég var með prototípu á strekkjari hjóli, sko, fyrir að ég var með loftdælu á sama hjóli, sko, sem var smíðað úr pongi, sko, í prototípunni. Og bara virkaði í 2 ár og ekki þess að ég bara ég bara, þetta hefði verið skilur bara skiptu, þú veist, bolta gamla hjóla aftur á ef ég hefði bara ekki verið múin að taka það, sko. Ef þetta væri þannig að ég bara, ok, þetta er alfarið mér að kenna, fyrsta skipti ég bara í langa tíma sem að eitthvað sem ég er búin að eða tími og var bara mér að kenna, sko. Þetta er svo típi svona vesen. Nei, þarna gæti ég ekki verið pirrar, þarna var ég bara, ok, svo er þetta bara. Fór með hinum og bara var flakk á milli bíla, fekk að prófa geggjaða súku sem er að vísa orðið gullið í dag, sko. Ok, það er arabasúkan. Hún er geggjuð. Ég sá það, stóri maður hjá hann. Olíu fusta súkan, ég fekk að prófa hana, sko. Hún er geggjuð sem er gullið. Já, hún er bara geggjuð alveg sem hvernig hún lítið. Þetta finnst það sem ég sá var ég á stóri á Stefán Óla. Svo fekk ég að prófa 2.8 patról. Alveg strángheðilegu 2.8 patról sem hitnaði bara í 3 gír í botni. Ég bara, þú veist, hann var búin að vera fastur allir tíman og Mikki og Þorláksson, hann kendi mér að keyra patról. Þetta er mjög einfalt, tekur á stæði fyrst ekki, setur hann í annan og heldur hann svo bara í botni. Ég hef svolítið tekið það með mér í alla patrólu sem ég keyrt, sko, því miður. Og ég sagði hann, á hverju er það alltaf fastur? Bara drífur ekki neitt. Ég sagði, leið mér að prófa hans. Ég er ekki svo viss að drífa ekki neitt, sko. Ég bara tók að staði fyrsta, þrykkt honum með hann, hélt honum botni, svo vorum við bara komin, sko, lengst í burtu frá hópnum. Við ennþá alveg að drífa allt sem við ætluðum að fara, sko. En hitta mæliðin. Og þetta var alveg geggjuferð, sko, skapaði svolítið út frá því að bílinn minn hafi bilað og fórum að bara svona, við lendum í alls konar, þetta, ég getur sagt í sögu og þú hefði getað haldið að þetta verið öll helgin, sko.
en svo kem ég tilbaka og ég ætla að opna húddið mitt af því þá ég komið varalit í bílinn. Ok. Ég hringdi á Selfoss og lét rífa bíl á Selfossi og fekk lána að varaluti úr honum. Okay. Svo hringdi hann í mig 2 vikur seinna og spurði hvort ég ætla að skila þessu því að þetta væri sko deil í bílinn hans. Ég bara, okkur hringdir ekki strax. Þá var þetta bara bílinn sem var nú dags daglega, lánaði með strekkjaranum honum. Jæja, ok, takk. Og ég var búin að fá varaluti maður, neini, það kom svo mikið frost á húddið mitt og frosin loka. Ég var ekki, oh my god. Allt í súna. Já, og þú veist, þá var þetta og meir en helmingurinn hópnum að bilaður og bara allt í skrúinu allstað, og hann kemur Aron, Ómars vinur minn á forlátun landkrúsi sem hann átti þá, nýbúin að kaupa hann, alveg geggjaða bíl, og hann bara dregum mig í skálana því við vorum ekki svo langt frá skálanum því þetta gerist bara morgun, og hann dregum mig í skálan og við komum í skálan og það svona brekka beint fyrir fram að skálan sem bara 10 metrar og brekka og þeir sem voru ekki búin að ná að leika sér nógu en að laugardaginn og fóru að leika sér í brekkunni og hann keyrir upp brekkun og bíllinn eitthvað skrítinn, hann keyrir niður og aftur brekkun og bíllinn bara ekki séns, bara greipa enga gíra en hann gætt bakkað þar kemur inn á að bila meira hann og svo morgunin eftir, þú veist, þá ég búin að opna húddið mitt og laga bílinn minn og hann bara í fullu fjöru og tilbúin tuski og ég segi við hann bara, hann eitthvað, hvernig við komum bílum heim? Ég sagði, ég drögum hann. Ég sagði, ekki var draðanlega til Reykjavíkur. Ég sagði, nei, við fáum bara dráttabíl. Hver heldur ég að koma út dráttabíl núna? Ég sagði, ég búin að ringja hann verður komið eftir klukktíma, við erum að 3 okkur úr stað. Og þá bakkar hann upp brekkuna, setur í dræf og bara ekki nýtt. Þannig ok, ég þá bara frá að draga heim. Ég húk honum aftan í og svo bara dróð ég drusluna bara frá lengra heldur Kettlingafjöll og allaleg að Mountaineerskálunum og þar kemur bakkirinn aftur þessu og hann ætlar að snúa við til að bakka upp brekkuna og þá kemur eitthvað klung þannig að ábrauta millikassan ég bara þú veist að þessi brekka mjög stíf og bara öll í drullu og viðbjóði ég var reynd að draga hann upp og hann eitthvað ánær ekkert að draga hann upp ég segi, jú, ég næði að draga upp já, leið mér að prófa að bakka, já, ok, ekkert mál brýtum millikassan og færa að prófa að bakka og það gekk ekki, ég bara, ok þá ég bara að draga upp og ég var búin að hleypa alveg úr og komin lágatrefið og allt búin að læsa bílum allar hringina í þessari brekku bara ógeði að spóla upp með hann en ég náði hann upp og 3 kom eitthvað tonn og ofan á það að dreigja hann þar upp þá var ég nú búin að draga hann frá miðlendi Íslands líka þannig að þeir sem að segja 460 sem léleg skipting jokes on you ég var með sjálfskipti hita sem ég setti sjálfur í bílinn til öryggis ég fylgdist bara ógeðslega vel með honum og hann hækkaði 2 svar og bara stoppaði svo bara held ég á hann þannig að þegar þessi sjálfskipting springur þá var hann búin að vinna fyrir Akkurat, það bara gott Þetta stundum bara þannig ég elska fjallaði eitthvað sport eiginlega bara alveg svo ég elska drift og bara, þetta bara vesinni í kringum þetta, þú veist ég elska að lesa vandamál, þú veist þar sem að hlutinir actually bara eitthvað vandamál mér finnst það bara gaman bara challenge bara challenge eftir þessa jeppaferð þegar ég búin að draga hann þá eru allir bílar komnir nema 1 það klukkan að vera svona 9 kvöldi til á sunnudegi þá heyrist ég einu með ekki bara að sækja síðasta bílinn og ég bara ég fekk nú ekkert að keyra á laugardaginn ég ætla að setja bensín á minn 150 lítrar af bensíni og þú veist að dæla á þetta svo þetta var brunna aftur á stað þannig að það var klukkutími eða hvort það hefur 40 mínútur að loka í Kettlingafjöllum og einu matsölustafurinn á leiðinni þannig við þurftum að fara bara brun upp í Kettlingafjöll bara til að ná matnum þar áður við færum síðan lengra út eftir að sækja bíl þannig að þetta hefur verið fjör þetta ákveðið fjör þú veist, ef þú nennir ekki brasi þá skaltu bara, þú veist, fara að labba esjuna frekar en að fyrir fjallæði Já, þetta bara endurst brass ég upplega bara heimskulega hluti og bara alls konar skringilega hluti Algjörlega Þetta svona en mér skilst að það sé aðeins verið að lappa upp á gullsúkuna og svo gæti hún mögulega bara verið til sölu fyrir þá sem að sá þennan gullfallega bíl lappa upp á hann, ertu þá að tala að breyta hvað með hitamælinu
Er hann ennþá fórstur í rauðum? Nei, það er verið Það að er súka, hún þólið það maður, hún þólið allt. Það er svo Slæpa sláttur hútunum, slæpa hútunum. ég veit ekki alveg hvað Hann ætlaði líka að lappa upp á hann eftir síðasta vetur og selja hann. Hann er aldrei að fara að selja hann að bíl nema að fá bara pæro eða eitthvað. Hann er ekkert að fara að hætta þessu. Hver á það? Keli Keli? Keli á þetta Ég vissi ekki að það stefnir það Keli á það. Hann ætti bara að setja saman lifur í hann og drippil. Það var geðvegt. En sko gullið er Kompakt jeppi. við vorum ég og Steppi og Keli vorum að gera hann gullið hann þessa 2 daga áður en að ferðin var sko Að rappa gullið það. Eitthvað datt ekkert í huga að fara bara út í húsismun og köpa spraybrjósa. hvað meinar hún? Hann er bara Þetta er reyndar sko. þetta er miklu meira glansandi heldur en gullsprey sko. Já. Sko, Það er ekkert sem glansar meira heldur en bílafilma sko. sko líka þessi gullfilma hét Super Glossy Gold eða eitthvað sko Já. þetta var bara Var það Temu? Nei, þetta Nei, var bara úr einhverju svona filmu framleiðandi bara Já, bara eitthvað þetta er nýjust sería af bílafilmi sko, það var mjög auðvelt að filma hann. þegar við föttuðum að við þyrftum að taka af helvitis Protective-filmina áður en við hittum hann Já, en Hverjum það í huga að gera það? Með peningapókana hangandi í afturúðuna og mér finnst það ekkert eðlilegt. Mér fannst það bara geðveitt af því að það voru þemar í þessari jeppaferð Já. það voru bara alls ekki það var 80s þema Já, og það var alltaf þeir voru ekki 80s Jú, kannski svona 80s svona oljufustar en sko og þú getur hort á 100 ára tímabil hjá alltaf eins Araba og hann er bara í Já, hvíta náttslóknum sínum en sko Hann var svona Þetta var líka, það var þetta reyndis við sko taka það fram að það voru samt alveg hugmyndir stoppaðar sko það var hvítu pappakassi og búið að taka öryggjabóksi úr F46-inum sem að var verið að gera og búið að teipa það á og teipa talstuð þannig að þetta lúkkaði svona eins og einhver bomba það átt að bolta það aftan á bílinn Já. en það var stoppað bara þannig að hann myndi allavega að ná út úr bænum Tjöðlega er flott að sjá Kela í sprengjuvistin Kannski- Fastur í snjóskapni Stokkaður að þessu Ég nenni þess ekki ekki var Svo var þetta bara konfetti maður bóm Það var þetta þeir voru hérna naut á Bernes eða ekki Jú, Já, það var flott í miðju kvöldmatnum kæman á slóknum og það var þetta konfetti sprengju vestið maður það var Það ekki var ég fekk vídeo frá þeim þar sem að þeir voru stoppextar og það var heil rúta af túristum og það var svona frá einhverju Asíulandi Já. voru bara í röð að taka selfies með þeim þeim fannst þetta svo Þetta er fyndið bara gaman sko. Þetta Svo er bara, ég sá þetta önnur rúta Arabum Hau, er þetta ekki jokkun? Hvað hefur þú hér? þetta var ekki eðlilega gott Herri, þetta er bara geggjað Þetta er bara mjög gaman maður Alltaf lengi eins og alltaf Það er bara gaman nei, þetta er bara fínt yeah. sko, Við byrjuðum eitthvað að tala um eitthvað bassabóks á aðan Við hefum enga tími svona villis nei Tölum við bílamenningu og gaman að þessu akkurat, algjörlega sko Þetta endar alltaf svona maður Við hefum alltaf, mætum þetta bara, hvað hefum við tala um? Svo endar þetta bara í 3 tíma bara einhverju ruggli Já, já, það er langt í stanni sko það er langbest ætlar að taka þátt í driftmótinu eða Lóis driftmótinu Ég, sko, bara þá mútið rétt áðan þá held ég að ég var að fara að hjálpa Norvel að halda þetta Þannig Ok. að við höldum okkur ekki bara við það já, það er líka bara geðvikt að hafa því í staffinu sko Já, tækni maðurinn með vírana tjóðvill áttu verið að sjá eftir þessu sko því að Norvel er ekki mjög skipilað gæði sko þannig að hann á eftir að vera bara heyrðu, við þurfum einhvern veginn að ná að tengja þetta allt saman Alli, þú ert svolítið mikið tengjari mér finnst best einhver svona staða sem að er ekki, þú veist, maður er ekki fastur í einhverju, Nei. ekki límdur í einhverju sérstöku en getur samt bara svona að vera að halda utanum eitthvað sko já, og líka, þú veist, ég hef aldrei verið eitthvað svona keppnistýpa sko. nei, Ég einhvern veginn, þú veist þú ert frekar á tógaranum bara Ég myndi frekar vilja íta 6 öðrum út í að keppa og hjálpa þeim að ná bestum árangri sko. Ég myndi segja að vera miklu meira þjálfari heldur en Ég finnst gaman að vera í þessu, hafa gaman já, Og- sjá til þess að allir aðrir hafa gaman af því að ef að fleiri hafa gaman þá er það bara snjóbolti sem horflags algjörlega Það er bara einmitt þannig sko og fyrir ykkur sem er að hlusta ekki hika við að skrá ykkur það er enginn að fara að gera grína ykkur það er enginn að fara að dæma ykkur nema dómararnir og það bara, þú veist það skiptir mestu máli er að
ef ykkur langar að vera betri í að drifta í hermi að þá það sætistíminn og þeir fái hvergi svona góðan búnað fyrir þetta lítinn pening sko, það sem að kostar að taka þátt. Eitthvað þröskuldur á keppnu? Þú veist, keppinu? Það verður keyrt max top 32 bracket, þannig að þú veist segjum til dæmis að þetta 40 skar á sig, segjum það var bara að geta að tekja æfingar eins og þeir vilja allan daginn það verður skipt niður í hópa og hvernig ætlaði að skipta þessi hópa? Ætlaði 10 mínúna hít 20 mínúna hít í æfingunum já. líklega 40 eða 55 mínútur ok, þannig að sko bara svo en ef það skrá svo margir segjum þess að við erum með top 32 þá þarf að skipta æfingunum niður í hólf og þú færð hólf A, B, C, D og já, það er þannig sko en þá þú veist, eins og ef það skáðum með 32 þá fá við náttúrulega aldrei keppa skilur ef þeir bara hvað þeir qualifya ef það skáðum sér fleiri en 32 þá þarf bara að standa þig já, það er bara qualifya í hér allan daginn þá verður bara að taka top qualifier þá verður bara að standa þig qualifying en þú nær alltaf að taka æfingar frá 8 morgun til 6 eitthvað svo leiðis 4 leiti sem 4 leiti 5-6 það er einhver starf að neitinu á dagsóðin já, þessi klukkutími til eða frá skiptir ekki máli þetta er bara, skilur, þú veist ef það koma margir erum við þá með eitthvað auka planið við það, skilur auðvitað viljum við náttúrulega sjá sem flest við erum með, það er komið plan og svo þó svo menn sé að mæta þarna ég er aðalega pæli að koma þarna bara fyrir þá sem að hafa áhuga en vita ekkert hvað að fara út í þú veist, margir sem að vera þarna á svæðinu þeir vita hvað að gera þarna og það er bara, kostar ekki neitt að spyrja akkurat ef þú hefur áhuga en veist ekki hvað þú átt að gera spurðu þá algjörlega og það er let's do it það er í skráningaforminu hjá okkur þá er bæði kontakt hjá Norvel og mér varandi mótaröðina ef þú hefur einhverja spurningar eða eitthvað þegar þú ert að hugsa að skrá þig og þú veist ekki eitthvað þá er ekkert mál, sendi bara okkur engin spurning er heimskuleg, alla spurningar eru fræðandi og svo náttúrulega big ticket sko fyrir utan það náttúrulega að taka þátt og hafa gaman ef það verður náttúrulega byggar fyrir top 3 pódium sá sem vinnur titilinn hann fær að keyra bílinn að kela heila æfingu var það ekki eitthvað svoleiðis það má skoða fyrir utan það þetta var gert í Pólandi það var meistarakeppni í Pólandi og þar var sko fyrsti vinningur fyrir meistaran að hann fekk að keyra bílinn hjá Pítor Vísik Vísek það eru sko það er heildavinningar upp á 200.000 fyrir mótaröð já, ég ætlaði að fara að koma að þessu ég ætlaði að fara að spyrja þessu hvað eru vinningar? það er að verða með 200 skall það er í boði fyrir byggamótið sko það er ekki alveg búið að raða upp vinningunum en þú veist það verða vinningar í þú veist að vera mæti þetta fyrir fyrsta, annað og þriðja skilur og það fer eftir því bara líka hvaða sponsor dettin, hvaða vinningar verða er Monster ekki í þessu? Sko við höfum eftir að tala um Monster er náttúrulega sponsor okkur en við höfum eftir að senda þeim línu já, hendaðum í þetta svo bara ef einhver að hlusta á það sem er einhverju fyrirtæki sem hefur áhuga sem hefur áhuga að styrkja ég vil meina að ég sé búin að styrkja þetta aðeins ég kipti brautina hún er til akkurat, svo líka fyrir þá sem vilja bara ekki keppa bara þóra það ekki, hvað sem það er ekki, gaur, við höfum allir gert eitthvað á lífinu sem við ekki þórað að gera sko. já. En það var ekki gaman að við byrjuðum á því sko. endilega koma, en ef þið ætla ekki að taka það verður streymi á YouTube og Twitch þið viljið horfa á það sem þið þekkið þá getið streymi þá verðum við í fyrst skipti live en hvað ætla að vera live lengi? Frá qualifying og út já, byrja bara livestreami byrja bara rétt fyrir qualifying og einhver uppbytun í orðum og svo verður kert að stað já, svo bara eins lengi við þurfum að vera fram á nótt ef það þarf þess já, ég fíla svo líka, ég held að verður líka opið streymi fyrir æfingar nei, ég held að verður líka opið þegar einhver tíman á meðan qualifying er þá held að verður opnað bara inn í GTA-akademíu, þá getur fólk komið og fylgjast með okkur já, verður skjár fyrir framann já, þannig að matsal já, það er svolítið krát þetta er eins og í öllum e-sportum í heiminum þá getur ekki anda á keppandan skilur nei, þetta verður ekki inn í hermana sko fyrir framann GTA-akademíuna verður við með borð og stóla þar verður sjónvarp og þar verður sýnt streymið
Það verður við þar geta að lýsa. keppendur beðið þar eftir sínum rönnum. Já, Líka til dæmis. og fólk getur komið bara til að fylgjast með. Já, já. Það skapaðist svolítið stemmingar síðast og Og til að sjá okkur Hvenær live. var síðar? 2019 Já, það er langt síðast. síðan. Já. En núna er þetta aðeins meir sig. Þannig að vonandi verður þetta stórt. Þetta verður stort. Það, Bara ákveða það. Hvenær auðlistum við þetta í dag? Við auðlistum í dag og það voru 7 búin að skrá sig áður en við auðlistum. Þannig að það er allavega Það er komin 9. Það er 9. Er Hafliði búin að skrá sig? Já. Já, það er eins gott fyrir hann. Það er vegna þess að þetta er örugglega eina drifti sem hann næra að keppa í. Já, við skulum sjá til þess að bílina verður með M60 svona ná allavega 2 hringum í þessum. Við töluðum þarna. Já, Hann allavega, þetta er 4 umferðir sem hann getur tekið þátt í núna og já, já, já. hann fengið Algjörlega. En- byggar. Ég held að það sé bara gegja. Vinningar, byggarar og síðan varningur. Byggararnir eru eftir hverju keppni. Já. Þá færðu byggar. Bara Og fyrir svo í pódium. endan á mótaröðinni þá Færið bygg. færðu, já, Færðu byggar og verðlaun. Og verðlaun. Skall. já. Þannig að það er bara, Það er bara nýtt. þú allavega Það þú er a lot to play for eins og maður segir. Já, þú bæði ert að borga lítið fyrir sætistíman og þú getur grætt það því tilbaka. Þannig að, Ef að færri en 32 taka þá já, getur þú horta að þú sett alltaf að fara að vinna. já, já, Ef þú pælið í. það er bara, Það er alltaf að fara að klára daginn. Ef þú fer alltaf Skilur. heim með eitthvað, skilur. já, já, Reynslu. Reynslu, já. það er bara, þú veist, sama hvort að það séu fleiri 32 sem skrá sig, hann er náttúrulega öllum æfingatímanu líka. Já, já. Bara hella. Þannig að það er bara, og þá, svo bara tekur næstu keppni og þá qualifyr, ef þú qualifyr ekki undir 32, þá bara qualifyr næst. Þannig að Já, og svo bara mætiru og keppir allt sumarið í þessu eða allt árið í þessu hjá okkur og svo bara næsta sumar þá áttu komin 160 Er eitthvað plan með það að Spóla. ef eftirsóknin á þessu verður góð að er hann að gera meira á þessu? já, það Og er, við erum að sjá hvað verður bara. Sjá Já. hvernig þetta gemur út, pröfu þetta. við erum að taka bara þessa fjara mótaröð núna, bara byggamót, og við erum að fjárfesta þessi í þessu, við erum að fjárfesta í nýju overlegi og búnaði til þess að streyma þessu almennilega og Þetta er eftir að lukka. já, Þannig. þannig að Hver er kostnæðurinn í því cirka? Eða þú veist, hvað er verið að tala um þar? Hvað eru þið að leggja út í þessu svo aðrir getur komið að kemja? Það er alveg slatti, sko. já, Var ekki overleið, megum við segja það? Ekki? overlegi, Overleið var alveg, Norvel segir nei en það er allan að megum við segja yfir X. nei, hann vill ekki tala um Ok. Þetta eru seðlar. Já, greinilegt að konuna sé að horfa á þetta eitthvað. Þá má ekki tala með upp að þér. Nei, sko, málið er hann á ekki konu. Þess vegna gata hann gert það. Þú fattar það branda. Þetta er Algjörlega. svona hlutur sem maður segir ekki. Þetta eru seðlar. nei, Já. en sko líka Benny Peng Já, hann er búinn að vera að hjálpa okkur alveg helling Já, bara að þessi setja upp hvað heitir þetta? Layout á brautunum, skilur við, Layout og keppnisregla. og við erum búin að vera síðustu viku, 2 núna nánast öll kvöld á Discord að breyta, setja brautir, búið til merkingar, setja upp bílana því að allir bílarnir vera nákvæmlega eins, setja ljósin, bremsur og eitthvað, þú veist, þannig að það er líka vinnu sem fyrir í þetta. Kia Picanto. Nei. Nei, Reyndar, jú, við þurfum að gera það. ég er bara að vera viss. Nei, sko, þetta er ekki bara seðlar. Þetta er bara tími, Já, já. sjálfbóliðar, mikið Það er það sko. og seðlar. Ég var beðin um að hjálpa við þetta, ég sagði bara já sko. Já. Svo spurði hann hvernig þetta koma. Hann hefur greinlega glimt í. Já, en það er, Hann gleymdi síðasta podcasti líka þannig að Já. hann gleymdi margt. já, Við erum að fara að gefa hann minnisblöð. algjörlega. En Það er það endilega að skrá ykkur, það er bara bottom line að sama hvort þið hafi áhuga á hermidrifti eða alvöru drifti, þá er þetta pakkinn og það sem við höfum einmitt talað um áður, eins og með Kela til dæmis, þá sem að þekki hann, Keli Kisa, hann byrjaði bara í drift hermi og fór síðan út í alvöru drift og það var það sem að gerði það að verkum að hann kann að keyra almennilega í dag sko. Já, og svo Já, og reglustrykkan Já. hann kunni reglustrykuna einfallega því að hann var búin að fá hann sjálf. Já, já. Já, Þú getur verið með reglustíkuna. Ég skal vera með fólki reglustrykkuna. Hvað ertu að gera? Slefti stýring. Okkur þetta beða til hægri þegar bílinn vil fara til vinstri. það er kannski með nokkrar tilbúinar. Nei, það verður bara á æfingum eða þú getur ekki 10 ringir í torkinu og það fer ekki kvólfæði. Já, Þú verður bara
Reglustrikan, stráka mínir. Reglustrikan. Nei. Ætli verið brjálaðir út í ykkur? Nei, Ég held að þetta verður bara gaman. ég held það líka. Svo líka, ekki bara fyrir utan náttúrulega keppnina, hérna, allir þurfa að vera búin að græða bíluna sína og á númer Já, fyrir 1. mæ 1. mæ. og mæla á hittingin. Reisabíleitingu 1. mæ. Reisibílningur, við Og setjum það kom bögginn. Já, já. mátt koma hvað sem þú vilt sko. Kynnaból. Mátt koma Það er að vera með svona ljós, ertu með ljós á honum, svona upp í Yes. loftið, aulaprygg? Ég er að selja svona ljós og þetta er Já. ekki auðlabrygg. Nei, það er hérna handbremsa. Þetta er geystik, maður. Já. Nei, ég á hana til hana. Það verður að hafa þannig á honum. Já, ég get líka að setja svona Það er svolítið svo gullsúkunni fyrir potential buyer. mert AF bílagreið. Já. Já, við viljum bara finna Og ég setti á hann. Núi. Þess vegna er þetta tanglandi að ná. Þetta, ertu búin að sjá hvernig ég veist það? Já, ég þurfti að losa þetta þegar við filmuðum hana. Hvernig fokkan við að gera þetta? Bara einhvern veginn. Þetta var aðeinslegt. Herru, takk aðeinslega fyrir að hlusta á okkur. Við kunnum að meta að fólk nenni að hlusta í gegnum allan þáttinn. Og fyrir þá sem að náðu allarleið svona langt, þá bara takk aðeinslega. Shift Happens er í boði Monster á Íslandi og Dragonfly Inc. Já, svo lokaði skilabóð bara skáðs í keppnina, Já, ef ekki horfa á keppnina já. og við ætlum að fylla FG-planið af geggjuðum bílum og byrja sumur almennilega. 1. maí. 1. mæ. Takk aðeinslega fyrir að koma allir. Takk fyrir.